3. janúar og árið er 2025 og FN95 blöður hafið göngu sína á nýju ári. Drengir, það er fullu bátur. Egill Einarsson og Steinþór Róa Steinþórsson sitja þetta betur móti mér, verið velkonir. Takk hérlega og bara frábært að vera þetta maður. Já, bara gleðilegt ár. Já, gleðilegt ár 2025. Já, líst ykkur ekki þetta? Það er huge. Já, jú, það ekki bara. Blöðtala þetta núna, við náttúrulega vorum með bingoði núna strákar í fyrir dag. Já, og það var á nýjástag. Ára nýjástag og takk fyrir það var geggjað. Takk fyrir það. En sko, þú neldir þetta svolítið blöð, þetta er svolítið góð dagsett, þetta er svona, svolítið töff, 2025. Ég lofa því að það er margir að fara að gifta svo á þessu ári held ég. Já, það ekki. Já, þú nekta hann eitthvað 2025. Já, viltu taka ykkur að völvu? Ætlar að... Nei, völvan kemur í blöðgastunnu. Blöðgastur á þriðjudaginn. Ég er búin að hafa samband við eina alveg kafskegna. Það er gaman að heyra. Og síni myndað okkur, bara sendir henni myndað okkur. Hún les, hún sér nákvæmlega hvað er að fara að gerast á þessu ári. Hvernig með svona völvu þegar hún sér myndina á okkur? Lokar hún svo augunum og fyrir eitthvað trans eða hvernig gerist þetta? Ég veist, hún kveikir okkur ilmkertum og bara sér það. Er þetta ekki svolítið eins og þrjár völvurnar í myndinni með krúsanum? Já, fyrir hann sá fyrir glæpina. Já, hann að það svona liggja í einhvers konar svona laug eða pott. Það var þetta rosalega mynd. En ef þetta er giftingar, ef þetta er stórt giftingár, það þýðir að okkar besti maður King Richard var að þykja buddun heldur vel þetta árið. Já, hann alltaf sér brúðkaupin. Er einhver brúðkaup í dag hans er ekki séður það? Ég meina, hvað farðu uppi, veislustjóra og DJ í sama pakkan? Fann það ekki ekki? Ég finn þetta, nefndi eittar hann veit það ekki. Heiður Austmann er góður svona brúðkaups-DJ, hann er ekki með hann gerir allt. Já, Rikki er líka bara búin að taka yfir brúðkaupsmarkaðinn. Hann bakar tertuna, hann gerir allt. Þú bara heyri í honum, hann græjar. Hann líka með álfur, hann leggur álfur upp að rukka bara Robert Westman rukkun. Hann áskilið því hann er bara það góður. Það er ekki gott fyrir business hans Rikka þú ert að segja hann sé að rukka báða handlegg. Nei, ég meina, ef þú ert góður í ykkur þá ert að rukka fyrir það ekki. Ég held að hann sé að það var skrítið að hann myndi rukka lítið, hann er bestur í þessu. Já, ég held að hann sé bara mjög sanngjarn. Já, ég held að hann sé fer. Mjög. Hann er alltaf líka að spila, tekur líka DJ-set. Já, svo leggur hann stundum á græfunum líka, það er ekki maður sem gera það. Það hefur ekki gerst síðan, hvað var það, 2013? Það er þessi einu sinni. Hvað héttu sá skemmtist að það? Eru við farnir að dæma Nei, við getum ekki dæmt neitt. Var það Hressó? Við getum ekki dæmt neitt. Sko, það er nefnilega að finna með þegar það var glórihól á Hressó, vissu það? Nei. Hæ? Hvað er þetta að bylla? Ég segi ykkur það. Vinur minn sem er mjög horfinn sagði mér að glórihól á Hressó, hann er ekki að ljúga því. Og hvað, prófaði það? Hann minnst ekki á það en sagði að það var inn á kallaklostinu. Hann er bara mætt með eitthvað sög sjálfur maður. Það er bara, það var glóri hólur Hressó. Ég þarf að fara að hitta eitthvað þessu vinniðum. Annar hver maður vil láta míga sig, einn við sem glóri hóla og Hressó, hvað? Ég er ekki að tala um raskatinu. Speshópur. En ég ekki þessum að margir hafi hent sér í það koncept, sko. Já, þú meinar hólan var bara að það. Einhver humoristi sem bara setta hana. Var hóla að basically einhver sparka í hurð á okkur fyllir í. Hann hefur að tala um þetta væri hérna glóri. Þú haldið þetta væri glóri hóla, þetta var bara, já. Opnað á sínum tíma. Það er mjög fyndið, alltaf eins og Gamlás. Munið þeirra allir að tala um að Gamlás væri aldrei jafn skemmtilegt að því að væri svo mikið letdown. Ég er bara ekki sammála. Mér finnst Gamlás eitt skemmtilegasta kvöld ásins. Ég dyrka Gamláskvöld. Þá er þetta að spila bara vel úr því. Já, en ég bara að horta á skaupið, borða góða mat og bara svo að spila langt fram á nótt. Og mér finnst ógeðslega gaman að spila. Það má ekki gleyma því að það er ekkert allar fjölskyldur sem eru með spila genin í sér og horfa bara skaupið og bölva látunum og vilja bara hundandi, geltandi og brjálæðir og allt í rugli. Það liður aldrei á þreytt til að spila. Klukkar eitthvað svo 2:30 og öður ekki bara þetta. Nei, það var alvöru gýr. Sko, mér langar ekkert heim og klukkan var að verða 4. Króksærinn er líka ekki, bara er engin auming. Við vorum að fara að vinna daginn eftir. Þú geti hringt í systurnas auðvitað í nótt, pappans, mömmans, frændans. Bara þú getur hringt bara svona frænda? Bróður pappa? Já, þú getur hringt svona 5 í nótt randomli, vakið þau bara vil ég taka einn partners að spila eitthvað. Roger, við erum mætt. Ég mætti bara. Getur þú vakið á þessu tíma myndu koma? 100%. Ég ætla nefnilega rosa drengi. Við vorum í spilaleiknum með skell. Gerðum með skell, alvöru skellur og partískellur. Við hefum alltaf eftir að gera miðnættuskell. Við ætlum að hendi í miðnættuskell sem átti að vera 18+. Það vegum það inni. Það kemur kannski einhvern mann. En ég ætla að rosa þeim sem eru með, ég man bara ekki eitthvað spilu heiti. Það er kannski erfitt að rosa en ég held að fattið leið að heyra það.
Þetta er eitthvað spil þar sem þú ert að raða lögum í tímaröð og þú ert, þetta er basically, þú dregur spjald og það er einhver svona kóði og það er farið beint inn á Spotify, þú ert að reyna að segja flytjanda, nafn á lagi og hvenær þetta kom í hvað tímaröð. Yes. Þetta er með skemmtilegri spilum sem ég spila. Þannig að ef það er einhver að núta að hlusta sem að ég tók þátt í að gera þetta spil, það er bara til hamingju. Já, ég þarf alveg að prófa þetta. Það er ógeðslega gaman. Það var basically bara með símaðinn og það er kóði á spjöldunum. Já, og segjum bara til dæmis þú átt að reyna að ná 10 árum í röð. Þannig segjum að bara fyrsta spjaldið þitt er 2017, svo kemur eitthvað lag bara með Beatlunum, þá veist alveg, ok, þetta var fyrir 2017. Svo verður þetta erfiðara því fleiri spjöld sem eru komin í borð þarna. Já, þú ert að ná 10 á fyrir framaði í rétta röð. Já, það er Þetta er bara með skemmtilegum spilum sem ég spila. Ég hef spilað svipaspil, ekki með tónlist, heldur, það var það basically átt að setja gíska á, þú veist, ok, fá njálg. Já, þú ert að tala besserwisser tíma. Eitthvað svona, já, þú veist að þú fá njálg. Slæmt er það, 20% slæmt. Já, þá ert að tala um shit happens. Já, shit happens. Heitir þetta smellur? Já, það er hárrétt hjá þér. Þetta er það? Já, smellur. Næstu skellur. Smellur, það er eitt stafur. En þetta er hrikalega skemmtileg spil. Þannig ef það er einhver að hlusta sem hægt að gott spil á mælið með þessu. Gunnar á þessu? I'm not seeing it. Það er eitthvað sem er grenjandi á hlátur nú. En finna í þessu líka þá svo var bara að vera að skála, allir að setja sér takmörk, hvað stóð upp úr árun og eitthvað svona, allir að fara yfir, bara eins og er alltaf gert og hrikalega gaman. Svo var ég alveg þvílíkt til í þetta nýja ár. Við hittumst á nýja ár, svo vorum við bingo, hrikalega gaman. Nefnum að okkur tekst alltaf einhvern veginn að fara með þetta eins og langt. Við kláðum bingo. Svo vorum við farin allt í hérna á Tres Locos að borða. Áður við vissum að, þá vorum við konið í pílu. Og áður við vissa var ég að byrja nýtt ár bara í kössunum á Ölver. Dagurinn eftir það, ég ætla bara að segja ekki núna, ég líka ekki að hlustundum. Dagurinn í gær var ekkert frábæri byrjun á árun. Mér langaði að kveðja áfengi. Hvernig, þú veist, djöfull var ég þunnum. Hvernig endað þú bara í kössunum á Ölver? Þú sástu hliðum. Hvað er þetta að bila? Heldur ég sé bara að taka hann að skemmt eitt á Hvernig endaður í kössunum? Og meira þess að velta við það er bara að við ætlum ekkert að breyta hérna út af vananum 2025. Við bara deilum með okkar lausnundum. Eitt enn og Baby voru líka þarna. Já, Eitt enn og Baby og Húli, við vorum allir þarna. En svona til að gera þetta ennþá verra, þá var þetta þannig að gaurinn hann svona ítir í mig, Öði, þú verður að hætta, við erum búin að loka. Ég er að hætta því, ég er bara svona, þetta er svo vond byrjun. Já, þá bjöllin eru bara sem alltaf er owner að halda og opnu lengur fyrir þessi celebrities. Hann var ekki að það. Leifa bara tapast meira. Þessum ógeðslega kassan, hvað heitir hann hérna aftur? Lobster Mania, djöfull var hann að taka maður. Hvað þarf ég marga humra til að vinna? Ég var að byrja að heimta fyrir eitthvað fisk. Þegar Blöð öskraði á kassan, gef mér helvitis fiskinn. Og þá vissi ég bara að hann var í röngum leik. Þetta gekk ekki við fiskileikur. Það var gaman eftir fórum ekki bara á kasinu. Við búum á Íslandi. Auðmingja, helvitis land. Það hefur verið gaman að geta lappað í gærin í Perluna og tekið smárúlu. Ég bara átti að lappa nýtt. Sama kvöldu vorum að þessu. Lappin í Perluna, lappa beint á bar, farið sjampan, rúllustígin upp, killir á blackjackborð. En segðum við, gýrin sem var í okkur, ef að kasino kemur í Hveragerði, þegar það myndi vera leitt kasino, hefðu við tekið leigubíl. Við viljum hafa þetta í Perlunni, það er gott location. Já, ég vil helst ekki hafa þetta samt svona nálægt. Ég er að gera þess að þáttu komið mission, rúta. Ég veist það hvað, ég er ekki það æstur í að fá þetta. Ekki heldur, mér er skaman að tengja þetta út. Já, ég veit að fá þetta. Ég ætla að gefa honum byrni það, okkar manni sem er með Ölver, hann skuldar okkur pening fyrir að tekja okkur. Já, hann skuldar okkur pening fyrir tapið í kössunum. En Guinnessin þar, hann ég ætla bara að ganga það langt og segja að Guinnessin og Ölver er besti Guinness á landinu. He hits different. Keiluhöllin reynda líka. Keiluhöllin reynda rosalega. En drengir, það er afmælisbarn. Ég veit ekki hvort það sé að hlusta, en það er góður vinnu þáttan sem afmæli í dag. Veitu hvað það er? Ég ætla ekki að gíska 3. jan, er ekki Jón Gunnar það ekki gær? Ég ætla að gíska á King Money Sim. Já. Hann ef að Simmi Vill er að hlusta innilega til hamingju með daginn. Elsku vinnur. Er hann ekki með merð? Er hann ekki með birthday sín á hérna? Jú, ég er búin að óska honum til hamingju á Facebook. Já. Ég hef alltaf latur að ég er enda að setja bara stutta hverju. Við tekið eftir þeirra Simmi að hendi ammælisbyrðu núna. Það er bara einhverju ritgerð. Já, það er bara svo Arnaldur að skrifa einhverju ammælisbyrðu. Hann bara peppar. Heyrðu, drengir, að því að við erum óskað Simma til hamingju. Hann er það er ekki bara Simmi, það er líka Kristín Rödd líka. Drottningin á FM. Já, og byrju, ég ætla að fara að segja fleiri sko. Þessi dagur hættir ekki. MVP
Rauðin og klaka líka MVP Svo er allir neggar á það maður líka gær Já, til hann ekki með daginn allir neggar Mikið Jón Gnarr líka í gær Já, Gnarri nátt í gær Já, eru þetta ekki svona Ég veit það ekki Er þetta dagar sem er til ammali Sérðu okkur hérna Couple of Youngbloods over here Hvenær er þessi tekin? Hvað er þetta að skoða? Þetta er auðvitað bara Oft er hérna Þú veist, við erum ekki myndið Ég var að opna birthdays þá oft verið að sína einhverja myndir svo tengist einhverju helvítið eru ungir hafa ég sé Steinda sérstaklega það var smákakki sko Sveppir eins í dag ég er breyst neitt þeir eru allir búin að þú ert þessu svona 6 ára gera það þeir eru óskum líka bara öllum þeir sem hega afmæli í dag innilega til hamingju með daginn Hannes Steindósson og hann líka afmæli Top 5 besti fastasæli landsins það er bara þannig þetta er stór dagur eru fleiri sem ég er að fara að senda svona 7 kveðjur nú jöfnveld er í fegin að sé samt enginn að halda upp ég myndi aldrei nenna í eitthvað partí eða út á lífið í kvöld það er bara að vera hreinskilin eftir 2 ári Máni Sim Big 50 þetta er að leigja bara heilt bæjarfélag það verður bara að gera eitthvað þá þriðja Jan það verður alveg partí ef ég þekki rétt þá ætla ég að haga með aðeins betur fyrsta Jan það skrifur bara rítgerð á Máni Sim svona Máni Sim status Sæll Sigmar þú ert frábær og þú hefur gert geggjað hluti eitt langan já ég þarf að smíða þetta nú svo eftir en ég fór í bíó í gær fór að sjá Guðavegar talandi Sveppa Krull hvernig var hún? Mér fannst hún góð mér fannst hún þetta var svona feel-good mynd og það hefði mátt vera meira af Dóra Gylfa tala upp úr svefni jöfull hló ég að því maður Dóri Gylfa er ekki það eru atrið þarna í myndinni hann er geggjað bara ég veinaði og hlátri Dóri Gylfa er líka hann er ógeðslega góður leikari já hann er snillingur Hilmi Snær fyrir á kostumærna líka þau öll bara ég mæli með henni ég er spenntur að sko ég býtu það er föstudagur ég spenntur að fara why not farið sambíðun ég ætla bara að fara í bíó annarkvært ég ætla í bíó helgina 100% hvaða winners eru að fara að fá í bíó 2025 minn maður í því hvað álfuru neglu er ég að fara svo ekki Beekeeper eða Mission Impossible eða Top Gun 3 ég sagði þetta frækil við vorum að mér erst jafngann að horfa á previews og sjálfa myndina það voru góð previews í gerð thank you hvaða myndir á leiðinni það er hellingur sko þú sást góð previews já mjög góð og til dæmis ég lagt til að sjá Bob Dylan myndina ég lagt til að sjá nýju Mission Impossible ég lagt til að sjá einhverja mynd Vatikanið sem Ralph Jensfer vist eitthvað á kostnum ég svo fullt að góða það er bjart framönda já þetta er að því að núna það er loksins búið að losa þetta já þetta helst hérna verkfall þannig nú fara loksins að koma aftur góða myndir 100 sögundar eru vartir á stað sko drengir ég veit þetta er virkilega hot topic að stíga inn á í það en Mission Impossible myndið þar er ekki að líða svolítið stutt að myndlega þeirra nei það er alltaf góður ég veit það en ég meina okkur ekki að dæla út og meina það eru góður ég held að þetta sé síðasta með þess að var ekki Tom Cruise að segja þetta var síðasta Mission Impossible hefur þú eitthvað sómakent nei ég er ekkert að móti þessum myndum ég er bara að segja sko mér finnst þess að vera mér finnst þess að ég hafa verið að horfa bara á mega promo og hann að taka mótjólu fram að klettinum gera einn stönd mér finnst það bara að vera svona 8 mánuði síðan það er að setja sig fram á hann að mótjólu já hörðu hann gerði það 14 stundum held ég það er rosalegt til þess að taka upp þetta aðri sko Mission Impossible ok þetta er síðasta það fyrst er svo sko mér finnst það sorglegt það steindir að heyrur greinilega vill að þetta sé búið ég var til svona 6 í viðbútt þessi heitir Mission Impossible The Final Reckoning það er rosalegt og trailerinn er í rugl það er rosa góð tækni 21. mæ það er líka rosa góð tækni 10 dögum fyrir gig wow 10 dögum þetta fara Mission Impossible það er svo síku og 10 daga og gig en það er rosa góð tækni líka að vita hvernig að hætta það er bara þannig já en myndir það eru ennþá góða já það er það já þú vilt hætta þá þú vilt ekki hætta þegar orðan vondar talandum að fara inn á sprengjusvæðardrengir hvernig fannst ykkur skaupið herðu ég horfði ekki ég er ekki búin að sjá skaupið pældi í skaupið við vorum svo sein með matinn mástu döðu fyrir skaup nei það er ekki tannig við vorum sko þetta er öðru síð áruna við vorum með vinafólki heimsókn og hvað borðuðu þið þá ekki jú við borðuðum málið er að það var ógeðslega þú veist þau eru geggjuð, þú veist, hann var búinn að græja kjöti þau voru allt í öllu með þessu og þú veist Sigrún var að sjá desert ég var eiginlega ekki með neitt merkefni og það er bara þannig að mér var ekki treyst fyrir því þú sast bara út í hotna að drekka eina sem ég átti að gera var að ég átti að færa grillið nálægt húsina því að alltaf mikill snjór og svona moka innkeyslurnar og svo getur verið að sprengja og gera hluti og draga grillið að það því að við ætlum að nota grillið svo þegar ég fer í það klukkan, þú veist, 5 þá er gaslust Új. já
Og það bara, við erum að komast að því þá og við erum ennþá í þessu öllu og það var svo mikla tafir á þessu öllu og svo skaupið og krakkarnir voru eitthvað að byrja að horfa og ég svona kíkti fram í sá 2-3 sketsa skilur og kom aftur, já eftir að horfa bara svona á það. Já, þannig þú getur ekki gefið... Nei, ég get ekki gefið einhvern. Maður alltaf eiga 1 kút fullan inn í geimslu og svo 1 á Hvað heldur að ég þóra að geima eitthvað gas inn í geimslu? Þessi kútar, þessi að springa Ég er major að gera gasi sko. Eins og gaseldavélar og Kolbari kendi með það eins og út að læra núna Stóni. Ég hef aldrei verið með gaseldavél að út alltaf með 1 fullan út í skúr og svo út 1 á grillinu. Þannig að ef að hann tæmist þá svo eftir með 1 kláran. Þannig að og leiðu út kom með 1 sem er tóman og svissa ferðum og nærði nýjan og kom með 1 fullan aftur. Ég er að kenna það núna. Heldur þú að hans bara springi loft upp inn í bílskúrinu? Ég ætlaði að segja við þig, Kolb á ekki 4 ára Tasmanian Devil heima sem gæti bara farið. Hvað heldur hann sem fara að gera? Sprengja kútin? Allavega að skrúa frá honum og vantarlega ná í eitthvað kveikja. Þú þarf að vera þá bara eins og Maggi Bessu voru að geta að skrúa frá. Þetta er stíft að skrúa frá þessu drasli. Já, en ég bara... Þú veist, maður þarf að báðar hendur í það og... Þið verið hitt Matildi. Hún veitir ná að sprengja hann út. Þú ætti að gera 2025. Minka nájuna. Ég er ekki að greinast. Hvernig væri það? Setja það sem áramóta heitum? Já, ég er með fullt áramóta heitum. Það sem er alltaf helst í þessu, ég ætla að fara að æfa golf. Ég er að fara að koma meir í golf. Það er aldrei að fara að gerast. Það er ekki að fara að gerast. Það er ekki að fara að labba inn á gólfvöll í eina segur. Það er að fara að gerast. Gamanskaupið Mér varst að byrja vel, ég hlóð reynskilin. Ég hlóð mikið í byrjun, svo fannst mér aðeins dala en þetta var ekki træðilegt. Nei, mér varst ég var gaman að sveppa hana þegar maður var með ljósmyndarinn. Já, svo er bara Steini Bakk alltaf fyndinn. Já, annars var fyndinn og Steini Bakk sem hann var alltaf bara með þess að ég var að horfa á Ástþór. Og mér fannst ógæðislega fyndið með hérna Köllu Margrét þegar það var transbyrjar í vinninu, hann var að stressa sig upp að hvað hann ætti að kalla. En þetta er bara sem var erfitt að þú varst með Top Gun í fyrra, Benna og Fannars. Það fannst þér betri fyrir það? Já, þú fóst náttúrulega bara úr Champa League og þetta er mjög einfalt, þú ferði úr Champa League og svo downgreitaru þá eðlilega verður þetta ekki af gott og skaupið fyrra náttúrulega eitt besta sem ég séð. Og það er erfitt að koma eftir því. Ég sá nokkra sketsað, ég sá kurva sketsin með sög, hann var góður. Þannig að ég meina, er þetta samt ekki alltaf þannig drengir? Já, það er fullt af liði sem fannst þetta, fullt af liði sem fannst þetta, mér fannst þetta bara alltaf læg. Helmingurinn segir þetta sé besta skaup frá upphafi, hinn helmingurinn segir lélegasta skaup frá upphafi. Það er aldrei, hafið tekið eftir, það er aldrei, já þetta var fínt. Það er alltaf bara þetta var best í heimi eða vest í heimi. Sérstaklega þeir sem er að kommenta inn á þetta vísi og það, þá er þetta annarkort bara, herðu, fólk var bara... Viskir, ég elskar það þeir hafa að segja skaupið. Þetta er ár eftir ár, það er alltaf besta skaupið eða versta skaupið sko. En við ætlum að fara yfir drengir það sem er í þætti dagsins og það sem ber hæst er árið 2025 að við erum að koma með nýjan dagskrálið á 9 ári og það er Steindi Junior sem að fara dagskrálið og það er hvað? Brandarótt pappa? Já, þessi liður heitir Brandarótt pappa mín, síni og slæra og leta strengi, giska á pönslanið. Heitir hann þetta allt? Já, ok. Giska á pönslanið. Þannig að hann lænar hann upp og þessi sé bara í blaki. Kemur pappiðin hingað í... Nei, hann kemur ekki. En ég er búinn að fá hann til að senda á mig hérna á Messengernum, bara voice. Þannig að hann segir brandara. Svo ætla ég að pása. Þið farið í keppni hvor ekkar giskar á rétt pönslæna því að brandararna segir oft furðulegir. Það er bara þannig, ég ætla að segja það núna. Ok. Fyndnir, en þeir eru spes. Og það er erfitt að gíska ofta á pönslænin og hérna eins og með froskin sem kom í bananhlægi og fleira. Þannig að hérna ég ætla hann segir brandara, þið gíski á pönsið og svo heyrum við pönsið og aðtöfum hvor ykkar vinnur og það er bara einn brandari. Bara nærði a winner eða ekki? Hvort vil ég einn eða 2 brandara? Hvað er búin að senda 2? Ég meina, já. Ok, sjáum hvernig gengum með einn og metum það. Þetta er nýr liður, við þurfum að finna okkur. Þegar við getum sko, ef þetta eru 2 brandari hverju þætti, þá meina, hvað veit maðurinn, hvað þekkir hann marga brandara? Ég veit það. Það er ekki bara gott fyrir hann, þá fyrir hann að spyrja fólk út í nýja brandara og þetta væri bara sterð fyrir hann. Ég ætla að hafa 2 í dag. Við erum með þekki eða ekki sem að er, já það er nú ekki vikulega lengur, var það alltaf en þetta er orðið erfiðar en ég náða að smíða fínasta þekki ekki í dag. Við erum með spurningkeppni Gilsarans og það er hvað er... Nú kemur ljós hver mun eiga betra ár 2025. Þessi keppni er seasonal og málega Pétur Jóhann pakkaði saman blöð í fyrra byrjun á stöðu og þú alltaf frí í byrjun ás var ekki fyrir hann og líka, hörðu, Richard pakkaði saman blöð
Janúar 2003 Þetta er bara fyrsta síðan að steindi Hvað er þú að gera í janúar? Var ég ekki bara í einhverjum tökum? Nei, ég var út á tenni. Þetta er fyrsta keppni þín, King of the Year Þetta er fyrsta keppni Ég man eftir að ég kom út á tenni í janúar, þá varst þú að fara heim. Þannig að ég náði þér í einhvern dag og svo, þetta var eitthvað svona, þannig að ég mista. En fyrsti, þú var gaman að kemja inn og myndi vinna blöð Við erum með fellow kids líka og fleira, þannig að það er nóg að vera hér í FM 95 blöð í dag, drengir. Engin gestir, en ég var að keyra Engin að gefa þetta út Gær, það er rólegt núna. Málega út kom með desember 60.000 sjó og það er bara álfur áreiti að sko að plugga Akkur ekki búið að hringja ykkur í dag Við hefum kannski átt að fá ykkur úr hérna Guðavegar Það er alveg sniðut Ef þú ert að plugga, heyrið í okkur, langar að plugga ykkur Það er ekkert að gera Svo er bara líka fínt stundum að vera ekki með neina gesti Akkur fáum við ekki, af því að núna yfirleitt hefur fólk samband við okkur Við hefum nú ekki oft samband, við hefum bara aldrei samband við fólk held ég En akkur heyrum við ekki Dóra Gylfa Fáum hann Byrja fólk að plugga Ég get lofa ykkur að hann er ekki að pæli eitthvað Ég að fara að plugga myndir í F9 blöð Ringjum í hann Ringdar Sveppi tekur þáttið með okkur líka eftir smástund En það geti hann plugga myndir Hann er í henni Hann er í henni en drengir Ég var að keyra í gær og var eins og ég sagði Ekki upp á mitt besta eftir nýjárs Og heyrði þetta lag og hugsaði djöfull þetta alltaf jafn gott lag Ekki Þetta er FM FM 957 Þú sem að Egil sagði þetta lag fór í gang That's a song Þetta er alveg lag Já, þetta er lag Eðalega gott lag maður Ísæðslega gott lag Linkin Park in the end Nú byrjuðið aftur komin í söngkona Í staðin fyrir okkar besta mann Sem er alveg gjössanastólið með núna hvað hann heitir Og þau eru byrjað að túra og gefa út ný lög og eitthvað Þannig að alltaf gerast hjá Linkin Park á nýju ári En við ætlum að fara í slúður hér drengir Og ég er með ágætis pakka Hvað erum við að tala um? Ég ætla að byrja á Justin Bieber og Hailey Bieber Það er vist búið að vera svona eitthvað eins og stendur hér Divorce Rumors En samkvæmt 3 síðum sem er svona stærstu síðurnar sem ég fyrir inn á þá voru allir sammála því að Justin Bieber eins og sjáu hérna was shutting down Divorce Rumors af því að hann byrti myndafinn á bikini og sagðist ekki geta beðið eftir 2025 með henni en hann var svona shutting down rumors Helviti gróft að segja bara einhvers staðar að þau eru bara að fara að skilja eftir tímitur Það er svakalegt En þá er, þú veist líka fólk, þá er kannski einhver í kringu búin að vera að segja þetta, sem er ógstlega dirty heldur að fólk búið þetta bara til eða? Ég veit ekki TMC sko, ég myndi ekki alveg kaupa allt af það sko Reyndar held ég ef að við værum jafn stórir í Bandaríkjunum og hérna ef við værum útastátt í Bandaríkjunum og bíómyndur eitthvað, ég myndi ekki híka við að selja ykkur og sögur að steinda fyrir eitthvað smá penning Það alltaf að leiðina Það var alveg penningur sko Það er smá penningur sko Það segur og steindir að hætta saman Já og FNÍ blöð á svona mánuð eftir Þetta er alveg að þeir eru orðið þreyttir á okkur öðrum Alltaf sækja bara eitthvað AC En já, allavega hlakkar hann til ásins og hann var að posta þarna myndum og þau eru náttúrulega nýbúin að eignast barn og svona við vonum bara, sé allt upp á 10 hjá það Bieber, segðu ekki? Er það ekki? Já, vonum við ekki Team Bieber? Jú, það er verið það Hann er búin að vera á slæmu stað, greið og Hann rockar svolítið upp og nýr Stundum lítur hann, veist hann lítur eins og núna, lítur bara nokkuð vel út Er hann að gera músík? Mér finnst hann nefnilega allt og lítið í því Hvað er svona síðasti Badminu gleðjan? Já, badni, það er Norska fólk, eignuðs badna árunni Já, ok, það er þetta rosalegt Það er sterkt, við getum staðfist það Hann mun þroska okkar besta mann En drengir, svo er ég með fréttir, þetta er skrítin frétt sko, en Bianca og vitið þið hver Bianca er? Það konu Bianca Sensory Hún er ekki með eftirnafn eða? Jú, Sensory Þetta er konun hans Kanye West Já, sem er alltaf allsber Já, það er svolítið hlut af þessu slúðri að það veist að komið ljós ástæðan fyrir að Kanye West var hent út af Instagram síðast, það var að því að hann var alltaf að byrsta myndir af konu sinni hún náttúrulega klæðir sig og veist, það er oft sem hún fær ekki að fara inn á veitingastæði því hún klæðir sig bara oft eins og sé nakin og það er ástæðan fyrir að hún var hent út af Það er rosalega veitingastæður bannið þeim að koma inn Ég held að það væri heldur sterta Já, hún er allsber sko Ég meina, hvað gerir við bara? Það er ekki náttúrulega mál, allir farið inn sko Getur ekki verið að koma þarna bara titlingdum eða píkunni Nei, ég meina og fara út að borða Ég meina, hún er aldrei á píkunni Þetta er nánast verið þannig Hún er bara ykkur í gegnsæður fötum Já, ég meina
það? Hún er ekki hún er alltaf í fötum Já, bara í gegnsæju. Það er ástæðan fyrir henni var ekki hleyptinn okkur veitingastæðum daginn í París að því að bara Já, kannski erfitt fyrir úlingana þau eru út að borða með mömmu og pappa og svo mætir bara alls með kona við hliðina það er ekki hægt. Það er Þannig ég skil það bara mjög vel þó að þessi kanni og hún. En ég held að það verði ekkert hent út ef hún bara mætir í fötum. Það var líklegt. Nei, ég held að það má fara hvert sem sko. Nei, og talandi Instagram og þá er Meghan Markle hertogaynjan af Sussex. The Devil. Sussex. The Devil. Hún mætt aftur á Instagram og það tengist því að hún er að fara að byrja með nýja þætti á Netflix. Hún vildi svona sína trailerinn þannig að hún ákvaði að fara aftur á Instagram til að sína hann. Þættirnir bera titilinn With Love Meghan. Ég elska lið sem er alltaf að Ég elska lið Ég bara með ekki væntum Meghan Markle Já, var hún með hana David í Beverly Hills Hvað er þetta eitthvað bíl? Nei, nú er ég alveg að skýta Hver er þetta aftur? Ég sagði hertogaynjan af Sussex Og það ekkert að kveiki Nei, ekki neitt bara Heldur þá hún hafi verið með David í Beverly Hills Helstu að verðum að tala um Megan Fox Ég veit ekki hvað myndið er sem þú ert að segja sem var í hverri Þetta er ekki bíó Ég er ekki að líta vel út Þetta er prinsessan Þetta er prinsessan Já, þetta er prinsessan sem með honum Kjænst það hertogaynjan af Sussex Nei, já, sem að Þú elskar gærilega ekki Suits Nei, ég horf ekki Suits Þættirnir með 8-talsins og hálftíma lengdi hverjum þætti býr hún gömlum og nýjum vinum í heimsótt Ég held að hún Sko, ég skal samt gefa það að hún á ekkert að marga vini eftir Hún er enga vini, þú er Devil á enga vini sko. Ég fjallaði þannig að bleið slúðuna hún hefur ekkert samband í gömlu vinnu sína svo eru Beckham og fleiri búin að og hún er bara búin að ég elskar konusfjölskyldan út á lífinu búin að líkast með henni í mörg ár elskar hún út á lífinu ég er bara gaman að þeim og hún gerir ekki annan með leiðindi þau ég hef bara ekki og svo er Harry var hún leiðileg Harry Ísland Harry er ekki lengur hluti af fjölskyldinni þessi Harry tók ekki þátt í Herra Ísland og þetta er í 9. seti eins og Harry Ísland Þannig að basically þá hann fór í viðtal mástu og Oprah var að segja að það er rasistar og eitthvað hún er Devi og tók hann að góða dreng Harry og kom honum upp á móti familíin og það er allt í apaskít og hún er Devi hún tekir sáttur hún komur aftur á Instagram já ég ætla að segja það til að plugga nýju þáttum ég elskar þig sæna á sig bara inn til að geta pussað eitthvað þætti ég vil að fólk ekki fólk að gefa henni heit nei ég er ekki að biðja það en þú sænar á Instagram bara til að plugga ég elskar það ég elskar lið sem ræður ekki við sjálfa sig á social media sem er sko það er mikið að liði sem hendir þess alltaf út úr símanu það er svo hættir það hefur að gefa þið lestur eftir að komandi no one cares en veit ekki hvað við þú veist, ég er bara búin að ég ætla að kíkja þess að Instagram ég bara hendi svo all út jú, ok, ertu hættur á gramminu? Nei, ég er bara búin að henda út appinu maður þetta er bara að pása og svo kemur aftur og þetta er lið sem ræður ekkert við þetta ég er mest gaman að því sko þetta er líka, ég fýla lið sem er með svona samilegt Facebook það er best sko eina sem ég hugsa frá það ég vona ég sé ekki ok, nei, ég er náttúrulega ekki að tala með raskatund ég segi bara sem ég hugsa þegar ég sé svona þá hugsa ég bara, ok, það er einhver komist í messengerin hjá einhverjum hann í þessu sambandi og þeim er ekki treystandi þannig að núna er þeim sameiginlegan Facebook og líka bara þú ert að senda á vinnin byrju, er þetta Gummi eða Stína? Hver er hérna núna? Hvernig er ég að tala? Bíó í kvölda? Ég vil eitthvað annar aðlengraður sko hvort það er konan eða maðurinn sko þá er það sammeilur veit aldrei hvort það er, annar hverju gráður annars gerur aldrei sammeiligan account sko. Er einhver í kringum eitthvað með sammeilegt Facebook? Ekki sem ég van eftir sko. Ég hef ekki séð það lengi ekki svona í fljótu sko. Svo líka þetta er oft nýtt eitthvað en ég meina, maður notar Messenger líka bara svo mikið bara einmitt til þess að heyra í magasínum skilur bara svona, hæ, á ég að stoppa í búðinni eða eitthvað svona, maður getur góður punktur þú veist, þannig að þá ertu basically að senda á sjálfa þig Svo er síðasti málurinn það er, þetta var svo leiðileg slúður, ég veit ekki okkur ég var með þetta ég held að það er eitthvað gúrka ekki Russell, ekki nei, þetta er samt Pamela Anderson en hún var með knattspyrnumanninum Adil Rami þú voru saman árið 2017 og nú var að koma út einhver grein hérna það sem að hann talaði að hún og hann sem sagt þessi Rami fótboltamaður þau stunda kynlíf 12 sinnum á hverju kvöldi that's a lie já, hver nenni því? Hver trúir því? 12 sinnum? Já, og hverju kvöldi? Og hverju einasta kvöldi? Já Fyrsta leið, hverju nenni? Öðrulega, hverju trúir því? Já Og bara af hverju að fara út með svona fælu?
Ég veit ekki. Ég á einn vinn sem geti mögulega bakkað þannig Það enginn að hálsinum á kvöldi. Það eini vinnum Þetta áttu eitt sko Já, er hann ekki að láta mig á sig og er ekki hómum og eitthvað. Það er ekki gríðan á 12 sinnum á hverju þetta kvöldi? Þetta er bara Það er ekki bara mikið Það er ekki hannig Við skuldum auglýsingadrengir, svo ætlum við að Ekki kaupa þessa vilsu Svo ætlum við að fara í splunkunni, hann dagskrálið sem heitir Brandarhótt Pappa Steinda. Já, og síni á slæru leta strengi giska á pönslanið Já, þarf ég að segja allt og allt. Helst, liðurinn heiti það Ok, fyrir mig nýjan lið hér strax eftir auglýsingar. Topp tónlistarstöðin FM 957 Að byrja hann að fatta á tveim gömlum og góðum lögum, drengir. Dead and Gone, Tia og Justin Timberlake. Þetta var nú bara í kerfinu, ég nætti ekki að taka það út. Nei Og þar á undan voruð með Linkin Park. Já, þetta er búið að vera svakalegt Já, alveg lög í gangi hérna. En talandi gamalt, þá ætlum við að fara í eitthvað eins nýtt og það verður nýjasti dagskrálið F95 Blöð og hann heitir aftur hvað Steindi? Hann heitir Brandarhótt Pappa míns síni á slæru leta strengi giska á pönslanið Þú getur verið að hendi í trailer. Já Fá pappaðin þetta niður til að lesa inn með þér og svona. Það var reyndar Það er góð hugmynd Fá pappa til að lesa í trailer Egil er hættur að hendi í trailera. Meira þess að það er eiginlega búið að eyða öllum trailerinu. Það var að skamma mig fyrir það, ég ástæðan fyrir hættur því Þetta er þetta bara frábær Ef ekki stum að eitthvað jákvæðinni og smá pepp og haldið áfram Já, ég er samt I want them back. Er það ekki? Já, við eigum að vera trailer. Ég get alltaf sagt Það ykkur var ekki alltaf að díla þetta sko. Já, það er einhver eitt trailer en það er gá hvað trailer það er. Einnan þeim sem búið svona 20 Trailer þetta Má sjá, hérna er einhver trailer, má sjá. Hvað trailer er þetta? I'm gonna ask you a question Já, spurt og svara. Næ, hann er leiðalöður. Nei, hann er frábær Hann er eitthvað mjög góður. Hérna, ég get allavega sagt ykkur drengir Ég er búin að hlusta báða brandarna Já, ok, býtu, hérna lístu fyrir okkur og hlustandi. Já, sko, það sem ég ætla að gera núna er að því að ég veit ekki hvort þetta verði alltaf tveir stundum kannski einn, en ég ætla að byrja á tveim Já. Þannig að þið getur Pappin er núna, nú er ekki reynar fyndin, hann er brandrakall. Hún er skaman að segja brandrakall. Já, pappi minn er brandrakall og hann er stemningsmaður Hann er rauninni stemningsmaður nummer 1 sko Það er svakalega Það er alltaf gaman að hitta hann og fá eitt góðan. Þú er táfílukall og hann er brandarakall Nei, ég er bara Þú sagði það daginn Nei, ég sagði það ekki Það ekki? Það var pappin er brandrakall. Brandarakall Táfílukall, það er ekkert vera maður Þú sagðir ekki ekkert um að það Ég táfíla segja að það er eitthvað táfílukall Skilur, nei, ég er það bara ekkert yfir höfuð sko. Herru, það skiptir ekki máli Herru, reynum að fókusa hérna Ok Herru, þetta er sem sagt Brandarhótt Pappa mér sínu slæður leta strengi giska á pönslan Þetta virka þannig að hann sendi mér brandara Já. Og ég ætla að spila fyrir ykkur brandarann Hvernig sendaði brandarann? Hann sendi mér, ég var í klukkutíma að kenna honum á voice Þannig að hann náði því Voru þetta fyrsta voice-inu? Já Okay, það var nú alltaf eftir að senda það voice-inu. Og ég elska að fá voice Þannig ég er bara Já, þú elskar voice. Já, og ég er að fara að tala með pappa bara svona núna Þannig að hann sendi mér brandara Og áður en hann segir pönslanir Alltaf pönslanir í brandurum Þannig að hann leggur upp brandarann Ég ætla að pása Já, og við erum að giska á pönslanir. Þið giski á pönslanir Og minna, ef ykkur dættur ekki til hug Þá náttúrulega, jú, þið verðið að segja eitthvað Mér er ekki þetta reynt, ég veit það bara strax Þú var hrikalegt Já, en málið, ég ætla samt að segja ykkur að oft er ekki alveg hægt að reikna með, sko Þú ert búin að hlusta á Er þetta fyndni brandara sem pappið var að senda? Þeir eru geggjaðir Þetta eru geggjaðir brandara Þannig að, hérna Það er lækki öllu hérna Ég ætla að byrja að spila sérst brandarann Ég mun stoppa Og við erum að giska pönslanir. Svo ætla ég bara því að þeir eru stuttir og svona Og svo ætla ég að spóla tilbaka Spila þá og við heyrum pönslani. Ok, hvað er með það? Eru þið klárið í þetta? Já. Og sjá, nú ætla ég að finna hann hérna Ok, þannig að fyrsti brandarinn Hann hljóma svona Hvernig bjargar maður hafnfyrirki sem er að draugna? Hvernig bjargar maður einna bræður honum og þá hrekkur hann í kút? Ha? Það er ykkur besta svar sem ég heyrst sko. Hvað meina? Ætlar að segja það? Hvað er þú að segja? Ég er bara blöð með það gott svar. Það hlýtur að vera pönslæði. Bræður og hrekkur í kút. Þetta er mjög gott ef þetta er rétt. Ef þetta er ekki svarið, þetta er betra svar en brandarinn er. Þú veit ekki hvað gaman brandarinn. Ég hef það alveg brandarinn sko. Egil, hvað er þú að segja? Ég get ekki toppað þetta blöð. Þú að segja eitthvað? Ætlar ekki að taka þáttinn? Þetta er búin til rétt svar hjá blöð. Ætlar ekki að reyna? Hrekkurinn í kút, eða er þetta pönslæðið? Vil ég heyra hann? Já. Hvernig bjargar maður hafnfyrirki sem er að draugna? Ef þú bregður honum, þá hrekkur hann í kút. Þetta var orðrétt hjá brandara. Þá var ég bara búin að heyra þetta brandara.
Senior, slæður þetta strengi gíska á pönslanir blöð út 1 og liður. Skildur síman eftir eitthvað á borðinu og líf á það? Nei, ég sverði það. Ég er bara hýrt hennar brandar Það var orður rétt Þetta er geggjaður brandar. I smell shit Herru, nú ætla ég að taka næsta og ég hafði aldrei heyrt þennan brandar. Ok. Ég hafði reyndar ekki heyrt hinn heldur, en ég hef aldrei heyrt þennan. Og blöðbóð þesslan Þannig að, eru þið klárir? Já. Og hann byrjar hér. Gengur úrið þitt? Nei, Pítur, þessi er auka. Ok, það verður við 3 í dag. Ég ætla ekki að spila þannan. Okay, gengur úrið þitt. Hvað er að gera það? Pappiðin bara senda þetta í brandara. Ok, þessi hljómar svona. Gengur úrið þitt? Hæ? Er það búið? Já, svo kemur pönslandi. Má ég spyrja AI en svarið? Nei. Ok, ég spyrja Herru, Ég ætla ekki að svindla gengur úrið þitt? Og ég á að botna það. Já, þetta er brandari. Gengur úrið þitt? Nei, það er bara Sýnir hann að slá þetta strengja það er bara neina, helst á sínum stað hérna á úlliðnum á mér. Og ef þetta er pönslan, þá er þetta besti brandar á þetta tíma. Og Egil, hvað það þú að segja? Þetta er líklega ekki pönslæðin sko Nei, það er úllinum á mér Ef það er pönslæðin á þetta hríkur Þetta var ykkur auka, ég hef ekki heyrt þennan. Þessi er ekki jafn sterkur, sko. Nei, gengur úr, já, þetta var mitt, hvað segir þú Egill? Gískaðu drengur. Hvern átt að giska á þetta? Segðu mér bara eitthvað. Hvern átt að giska? Já, nei, hérna Tómatur Tómata? Það er mjög algengt í svona Tilbúinir? Gengur úrið þitt? Nei, ég var alltaf að bera það. Ok, ég var ekki langt frá þig. Ég sagði nei, það er fast á úlliðnum. Þessi var slagast. Þetta var gott pönslæð Þetta var alveg pönslæð Herri, ég ætla ekki, þá ekki við síðast. Þetta er það sem ég ætlaði að spila. Ok. Og hann er geggjaður. Ætlar að hoppa yfir þennan brandar? Já, ég ætlaði að geima bara eins. Kem ekkert að Ég verði til í að lappið göttur á tómatinn Það þekki hann allir. Ok, þessi hljómar svona. Hvítt svart, hvítt svart, hvítt svart, hvítt svart, búm. Kónguló að leka niður sebrahest Það er þetta gott gísk. Fínasta svarið. Gott gísk. Veitu hvað sagði hann? Hvítt svart. Já. Hvítt svart, hvítt svart, hvítt svart, hvítt svart, búm. Þetta er hérna Þetta gátt, þetta er ekki sem brandar Þetta er bara Millir það svo brandurinn yfir í gátur Hvítt svart, búm. Já, bara KR-flugveldar. KR-flugveldar? Já, ég veit það ekki, Steindi, hvað maður að segja hérna? Hvítt svart, hvítt svart, hvítt svart, hvítt svart, búm. Hvað er þetta? Nunna að velta niður stiga. Nunna að velta niður stiga Ef það bara Hvernig kvíksvart þá rúlar hún bara þannig niður Það er bara kvíksvart Já, okkur búm. Og búm neðist Þetta er vantilega lent einhvers staðar. Svona eftir að hún rúlar niður stigan, búm. Ég hefði haldið að væri hérna eitthvað svona eitthvað svona að springa. Akkur var ég með sebrahest Ég veit það ekki. Herðu, Þetta var nunna velta niður stiga. já, Það er mjög erfið að brandara Þetta var síðasti Herðu, en nýjasti það var- dagskrárliður Steindi. Það er 1-0 fyrir þetta blöð. Já, ég vann. Þú bara varst Blöð með geggjaður í þetta. þessu. Bregðunum og hann rekkur í kutt. Alltaf gaman að vinna. Þá líka mann orður rétt Nýjasti liður F95 Þú blöð. voru ekki að fíla hann. Jó, veistu, Já, ég hafði frábært. gaman hann. Já. Og ef að seniorinn að hlusta, bara thank you for your service. Já, það er senior. svo Keep it up. Kemur hann í næstu viku og tekur upp trailer. Já, það verður alveg trailer, við skuldum auglýsingar og svo er það þekki eða ekki og spurning kemni Gilsson. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Þessar nostalgíur sem eru í gangi hérna í lögunum, drengir. Frábært Og Já, þetta þetta er er nýja svakar. næst. Já, þetta eru gömul og góð lög hér í FN95 lög. Fyrsti þáttur ásins 3. janúar og já, drengir, erum við ekki bara í fínasta gýr? Jú. Og þetta sé svona, er þetta ekki, það er rólegu bæri í kvöld, myndi ekki halda það? Í kvöld. Já, það heldur sé. Má ekki vann með þetta fyllibituna sko. Nei, og minna, það er nú 3 hérna inni. En jú, ég meina þú veist, það er ekki biðröðin á staði í kvöld. Nei, það verður skrítið. En svo veit maður aldrei. En drengir, nei, hörðu, ég ætla ekki að setja þetta í gang. Beddi. Það sem ég ætlaði að gera er að fara hérna á okkar besta fólk, John Johnson og GTRN. Manstu þú setti betta undir daginn. Ég spurði, akkur með eitthvað rappat undir? Og það hefur búin að spila í 14 ár undir. Já, þetta er sami Bettu og búin að vera bara alltaf fyrir okkur. Ég hef aldrei heyrt hann sko. Það er ótrúlegt, en hér kemur eins og er eitthvað sem ætlar að kannast við. Já. Já. Þarna eru þau
Okkar besta fólk. Já, tvö okkur uppáhalds Jón Jónsson og GTRN. En er ekki GTRN í Mosó með þér? Jú. Fellow Mosó. Já, hún þarf að fara að koma í heimsókn. Já, hvort Hún hefur aldrei komið, sko. Í alvörunni? Ég held hún hefur aldrei komið til okkar. Hvað er ég ruglast? Það þurfa að breyta, jú, hún hefur komið. Hún þarf að koma. Já, hún er alltaf að koma aftur. Eru þið, hvor ekki vill fara á prentaran fyrst? Herru, ég skal taka prentaran. Þú tekur prentaran? Já, ég þarf líka að taka eitt símtal. Mörðu við í Símtal? Fylgstu samt vel með? Hvers það var að ringja núna? Ég bara, hvað minnur, ég reyna að ringja sér mest. Skýta að ringja samt en að Reyndar Steindi elskar taka símtöl. Dýrka. Hún getur gert mig geðu. Herðu, maður segja. Eru þið ready? Þú, Egil? Já, svona, nei. Ég var að finna penna til að, þetta er ekki óþægilegt. Það er engar rasaspurningar. Ok. Allt upp á 10. Herðu. Þá byrja hérna, maður segja, setja pennan hérna síns það. Fyrsta spurning, ég hef spurt ykkur svona, ekkert ólíkt þessari spurningu en aldrei þessa. Hvor ykkar hefur drukkið meira tótal á ævinu? Þá er ég að tala um að lítra af áfengi. Svona 50-50, hann ætti að koma stig. Já, svona tótal, það er lítrumtalið eða? Já. Já, mjess. Ok. Það er bara hvor ykkar hefur drukkið meira áfengi yfir æfina. Já, ég svo alltaf fyrir mig sko út að hann alltaf er miklu yngri. Já, en hann byrjaði svo snemma. Já. Manstu, hann var bara fullur okkur brennu 11 ára og allt vittlust í Mosó, manstu, mamma hans lokaði hann inni og eitthvað. Það er heldur góð punktur sko. Ég má gleyma því sko, hann byrjaði helviti snemma. Já. Og hann sé alltaf youngblood sko. Sko hann er búin að drekka jafn mörg ára ég, því ég byrjaði svo sent. Já. Þannig að þetta er sko, ég var á tequila fyllir í Mallorca 16 ára. Já. Þá var Stóni bara í blei. Nei, hún er 12 ára og örgulega byrjaði að drekka. Ég er ekki brennan sko, það er það breytur þess aðeins sko. Svo fór ég var alltaf í fótbolta sem keiri drikkjuna þess niður alltaf í fútból, hann var alltaf ekki í íþróttum, hann var bara hann var í fótbolta, hann var fínn í fótbolta og hann spilaði smá fótbolta þarna. Það er líka fyrir sko. Heldur það? Ég fór svolítið í hard liquor, ég fór í landan. Við félagarnir pöntum alltaf að landa. Fengum svona landakös og fengum hvíta brúsa með rauða tappanum og ég get alveg lofa því að Steindi var í því líka sko. Já sko, það sem gerist þér eftir ég millifæri mjög landanum yfir í bjórin og svo bætast henniferðarinn, þá fyrir tempóð aðeins uppatna í magninu sko. Það fyrir þetta yfir einhvern veginn 3-4 alltaf bara kl. 11 og barinn opnar alla daga. Hattar ekkert einn kannan nema hann er segur í pottinum hversu þriðjudegi fyrir hann í pottin og fæði sér hann er meira södra heima já, redd hversu þriðjudegi, miðvikudegi fóðu hversu mynd í chati eitthvað veltasteinum. Ég held að með sko, ég hef nokkur ár á hann það segir þú fleiri tenniferðir, já, segi ég. Þú segir Egill, ok. Þá er það næsta og herðu, hérna já, það gæti orðið nokkuð stig í dag. Þessi verður ekki komið áður og þetta er líka, það er hægt að fá 4 stig ef þið giskuðu allt. Hvaða 4 hluti tekur þú með þér og eyðeyju? Mátt taka ykkur 4 hluti. Wow. Ok. Þá er ég ekki að tala um að segja Gurri, Aron og Eva, þú veist. Eitthvað hluti. Já, þeir eru ekki hlutir. Ég myndi taka Starlink disk. Starlink disk sem að Musk með, það getur tengt internetinu hvað sem er í heiminum. Bara út með diskinn sko. Getur þú keypt svoleiðis það? Já. Ok. Og ég myndi ég kann ekki svona taka síðan takk ég svona sólarsellu líka. Sem getur, þá getur hlaðið bara rafmagns sólarpanel skilur og bara fokk hvað þú leðileg svör maður. Það er að taka Starlink disk sólarsellu. Það er það. Guðminn, góður. Og svo tölvun og síman. Því að þá get ég verið online á eyjunni allan sólarhringin. Tölvu. Ímyndaður að vera eyði og vera offline. Ímyndaður að vera offline alltaf daginn. Hvað með því blökir offline? Get ekki tala um neitt, ráandi átum 4 hluti sem við tökum með þér á eyði. Starlink disk, sólarsellu, tölvu og síma. Starlink diskur til þess að vera til að tengjast netinu. Ákveður tekur ekki með vopn? Ég get googlað hvernig how to hunt út af því að connected to the internet. Já, en þú verður með einhvern til að veiða með. Já, bara býja til. Þurftur ekki að vera með spjótið? Já, ég bara brýtur hvað trjágrein, það flókið það. Já, það er flókið. Starlink diskurinn tengir mjög netið, sólarsellan er rafmagnið, svo ég með tölvun og síman. Þá get ég verið svo eyðauði bara alla ævi. Þá ætlum ég að fá næstu og núna er ég að spyrja þig Steinda. Andlit hvaða fyrirtækis ætti Steinda að vera? Jesus. Hvað er svona tenginu, hvað ætti hann að vera að auglýsa hann Steindi Junior ef hann ætti að gera eitthvað auglýsingarsamning? KFC eðlilega. KFC, reynda þú að segja það. Stótu okkur Dóri DNA auglýsa KFC.
Besti vinnur hans bara andlit KFC Hvaða markast trúður þarna hjá KFC núna? Áttu ekki búin að ráða steinda þannig Það láta að segja KFC? Nei, alls ekki, ég bara velta steinum Heiti Potter.is, hann myndi snöppast það líka Hann er í Potter Hann er í Potter Hann er orðin eftir Pottakall Hann vil þetta ekki sem að kalla sér Pottakall Nei Hann er líka táfylukall Og eitthvað red wine líka Kannski, ég veit ekki Kannski Rolo Já, eitthvað svo völgjörn kannski eitthvað svona Masi Já, eitthvað Þetta hann alltaf elskar redd Og svo kannski eitthvað rassadót Kannski bara blöss Bara blöss Ekki ölsugur blöss Hvað, maður giskar eitthvað eitt að þessu það fann að verða Já, maður segi blöss eða KFC Það heiti Potter Maður segja KFC Völgjörn og fara pún Notar.is Það er skemmtilega Ég þannig ekki í þetta Ef maður segir eitthvað KFC heiti Potter.is Masi eða rauðvín Og hvað var síðast það? Blöss Já, ok Ára næsta og síðasta Þessi, ég hlakka til að taka umræðinu þetta Við skulum ræða þetta meira eftir þurfum allir hérna inni Pappi þinn og pappa Sneinda eru saman í veislu Segjum bara, ég býð þeim í ammali mitt 45 ára ammali mitt Þeir fá síðan svo mikið í tanna og enda í slag Hver vinnur þann slag? Ok Já, viltu ég frekar Í staði fyrir að hugsa, að segja upp á það sér að hugsa Já, það máttu segja eftir Kom bara ekki að svari núna og svo tökum við til beitu eftir Já, förum yfir það eftir Já, ok, þá ætla ég að rökst eða svari mitt á eftir Ég ætla að seniorinn myndi taka það Pappa Steinda? Já, ég er með rökstöðning þar Útskýr það eftir Segð seniorinn? Já, ég bara, ég má ekki segja það núna Ég segi það þegar Steindi komin inn Já, en maður heyrði bara á sem bröndurum að sá hann er a lover not a fighter, sko Maður heyrði það Herðu, hendur Steindi á símanum, hendur honum inn Þetta getur nokkuð stig Reyndar slukkastu svör sem ég heyrt með í það eina Kemur June, búin í símanum Ískaldan Pepsi Max í hönd Það sé kallinn Herru, ég er góður, þetta er tilbúin Það er, sko, ég var að fatta það er fullt af stigum í búði Já, ég veit það Af því að það er ein spurninga sem er svona ok, ég kem inn á þetta eftir Tilbúin Já, hvað, náði hann öllu? Náði hann 4? Já, þú veist, nei, hann á náttúrulega eftir að kiska á þig Já, ok Ertu að læra þetta í fyrsta sinna? Nei Fyrsta spurning Hvor ykkar hefur drukkið meira tótal yfir æfina af áfengi, þú eða Egill Einarsson? Sko Ég var aðeins að fara yfir þetta Þú byrjar fyrr en við þó þú sért yngri Þannig að, veist, ég veit að það er kannski skrítið að fara að spyrja það Því að þú ert yngri Veist ekki, 11 ára döður og okkur er brennu Nei, það var ekki 11 ára Ok, 12 11 ára gammal 12 ára? 13 Nei 14 Já, kannski þá erum við að drekka það lengi Ég byrja að drekka 17 og vera 18 Eitthvað svoleið, sko En ég held að málið er að ég held að við drekkum nú svipað mikið, sko En það sem að ég fæ mér Ég er alveg líklega til að opna mér eitt bjór heima og spila töluleik og eitthvað svona opnið kaldan, skilur Hann er ekkert í því Eða rauðin Já, rauðvin, skilur Mér er stálega gaman að opna eina rauða og svo kannski erum við bara að horfa eitthvað þátt og opna minna rauða, skilur Hann er minnið heima Hann er ekkert í því Nei. Hann er bara að fara upp í bara klukkan 8-9 sem er galið, sko og þannig að hérna, ég ætla þess vegna að segja ég Þú segir Steindi Já Ok Og þetta er náttúrulega yfir alla æfina Ég veit það, já, ég er bara sko, málið er að ég ætla ekki að segja þetta eftir, sko bara mitt lagar Hann er svakalega hæna, sko Já, hann þólir ekki mikið Nei Það er alveg satt Það er nefnilega málið Og við hættum ekki Nei Hann veit alveg að hann er búin að planta sig þá er hann ekkert að drekka mikið Hann enda ekki í kassanum, sko, daginn Ég veit það Herru, hvaða 4 Já, hérna geta orðið til 4 stig og eftir Hvaða 4 hluti tekur með þér á eyðeyju? Og við erum að tala um hluti Og væntanlega ekki fjölskylda og svona Hún er ekki hlutur Já, hluti, já, þú mátt bara fara einn Já Ég meina, það má væntanlega ekki segja bát Tekur hann með? Nei, ég meina, ef ég má taka bát þá myndi ég alltaf taka bát En þú verður samt fastur á eyðeyjunni segjum bara í árið eitthvað Maður ætla samt að vera með bátunandi til að segla Ég myndi alltaf reyna Einn daginn myndi ég reyna í réttu veðri fara einhvert Bát En við alltaf geta það Ég get ekki búið til fleka Það er nokkuð ljóst Og líka, ég meina, ef ég kæmist ekki þá þyrfti ég alltaf að fara aðeins út fyrir og geta veitt þar og það er ekkert fiskur bara alveg í fjörunni Með ykkur ætla að veiða? Ég hef ekki ágjörð af því okay. Jú, býtu, þegar þú segir það Hvað ert þú að hugsa? Bissa
Byssa Af því að ég held ég geti á einhvern hátt búið til veiðistöng. Þú veist, þetta öngull, hlýta að geta tálkað einhvern bambus í... En byssan þá basically þú veist að sjá einhvern gölt eða einhvern djöfulinn? Já, í rauninni, sko, já, það væri þreytt að fara í, sko, hand combat with gölt. Kýla gölt. Það er eitthvað sem ég væri til að sleppa. Wrestle a gölt? Já, en ég, sko... Ég væri til í byssu líka bara, þetta er öryggi. Ef það kemur eitthvað dýr sem myndi ráðast á mig. Okay. Já, dýr sem myndi ráðast á mig sem væri sterkar en ég. Já, áttu byssu. Og líka að kemur bara sjóræðingar. Þetta er ekki vitlaust. Já, þú ert alltaf að hugsa að þú ert nójaður. Já, veist ég held að byssa sé, þetta er neyðabyssa. Annars myndi ég vera aðalega með einhver prikk og einhver öngla og þannig dót. Ok. Byrju, strax búið með tvennt maður. Og tvennt við búið? Já, ég var að spá í hvort maður myndi taka með sér, sko, eitthvað spil. Hvað? Leggja kapal? Ég veist, já, þú myndir náttúrulega finna upp líka nýju spil, þú getur spilað með sjálfa, við erum búin að finna upp 300 leiki, sko. Það er að leggja spil? Spila stokk, sko. Já. Ég fór að hugsa hvort það væri ekki... Spilastokk? Eitt á veiði? Þú verður að hafa eitthvað að gera. Já, bara leggja kapal þá. Annars missur þú bara vitið. Já, þú veist, þú getur ekki setið bara í sandinum alltaf daginn. Spilastokkur? Ég fór með að hugsa, sko, fyrst fór ég að hugsa fótbolti eða eitthvað svona. En þannig að ef hann springur, þá er þetta bara... Maður stættir Wilson líka með Tom Hanks. Þeir eru ekki vinir, sko. Það er út með bát, byssu, spilastokk og hvað síðast það? Ég fór að hugsa kveikjari. Bara upp á að ég er ekki... Það er alveg gott svar. Þú veist þá, já, ég er Sippo, hann þrauka lengur. Já. Þannig að þú veist, ég get ekki verið að nutta prikja á okkur að steina eins og í teikni minn, sko. Það virkar ekki þegar ég reyna að ég lofa þér í. Nei, Sippo. Þú veist, ég gæti ekki... Þú ert að geta svoðið vatn. Já, ég veit það. Og stækkuna gler, þú veist, ég myndi velja það, þetta myndi ekki virka og... Nei, hvað, þú býrði ekki teikni minn, sko. Nei, ég er að segja það. Ég held að ég gæti ekki búið til eld. Ég er ekki að tjóka. Nema með kveikjara. Af því að ég er ekkert að fara að nutta ykkur prikja á steinu og kemur eldur. Það er ekki að gerast. Það kannski hjá einhverjum mönnum, sko. Sippo kveikjari. Þannig ég held að það sé eiginlega bara nummer 1 hjá mig, sko. Ég verð að vera með eld. Já, en ég meina þetta er komið. Ha? Út með bát, byssu, spilastokk og Sippo kveikjara. Feskur hana á eðiðinni. Sko, ég er að spá en einhvern svona kassa bókum. Þú getur ekki tengt sjónvarpin eitt. Þú verður að hafa eitthvað að gera. Já, kassa blöðum. Blöð, hvað, klámblöðum? Ég meina, það var örugglega ekkert leiðilegt að hafa eitt hannig ef við vorum reynskilin. Við höfum bara þetta. Það er komið 4 með góða 4 hluti. Ég er örugglega að gleyma einhverju pottur. Meina, hvað ætlar að eldi? Það er bara býr það til. Hvernig ætlar að búti pott? Herru, auðvitað er þetta vesen. Ég sagði 4 hluti. Algjört vesen. Ég finn bara, ég myndi ekki þrauka þetta í viku, sko. Næsta andlit hvaða fyrirtækis ætti eiginlega að vera? Ef það væri fyrirtæki hérna í Íslandi sem ætti bara að nýta sér andlit hans, hvað myndir að segja bara, herru, eiginlega ætti að auglýsa dönutu? Þetta er andlit keldunar, sko. Hlutabréfa heilanum, sko. Ok, keldunar, sko, það gæti verið líka svona eins og Dorma eða eitthvað svona, þú veist, hann elskar að sofa. Já, rúm, hann fyrir svo snemma að sofa. Hann fyrir rosa snemma upp. Hann ætti að auglýsa rúm. Það er mjög gott Dorma, eða betra bak. Hann sefur lengur í, hann sefur lengur en venjuleg maður. Ok, ég skrifa rúm, setja hérna í svega Dorma. Já, þetta er það sem er að... Eitthvað eitt enn? Hann taldi upp 2-3 sem að þú mátt giska á ef að hún erði. Nú að það? Þannig að fer ég alveg að hugsa einhverjum svona sportverslanir og svo leiðis. En, sko... Nei, þetta er fínt. Er það? Ég fór líka að hugsa einhver svona kjúklinga, svona... Elskar að borða kjúkling og hérna... Já, þetta er bara komið. Það var að síðasta. Pabbi þinn og pabbi Egils eru í stórvislu hjá mér. 45 ára amali, 50 amali. Kannski meiri líkur að verði þar að fá sér. Búin að fá sér aðeins og marga. Og enda í slag. Hver vinnu þann slag? Það var í slag sem ég er til að sjá. Já, en við ætlum að krifja hann á eftir. Segðu mig bara svarið þitt og svo getur rökstutt það eftir. Hvor myndi vinna þann slag? Já, það er bara rosa góð spurning. Sko, náttúrulega ég verði samt aðeins að krifja þetta pínu, sko. Þegar pappans eigin sér náttúrulega blikkari. Blikksmiður og pappi minn er sko endurskoðandi. Já. Þannig að hérna... Sástu myndina því að Accountant með Ben Affleck? Nei, ég held ekki. Hann var að dreita fólks niður. Aha, ég held sko, en svo má ekki glemja það, ég held að pappi minn geti farið beint í pungin á honum.
Play dirty. Já, hann tekur svona svepp á þetta, hann getur bitað inn í öxlina og þannig að ég Hvað ætlar að segja? ætla að betta á sínjórin. Senior? Vola, ástu hissa maður. Nei, alls ekki Ég sé pappa hans slást, hann kann þetta Herru, fá mig inn Kynir Egil Og já, það verða pottið einhver stig í dag sem ég fíla Það er ekkert leðilega að vera þekkið ekki fyrir 0-0 Það eru svo mörg stig í pottinum að ég trú ekki öðru en þið náðu einhverju Nei, ég var ekkert lengi. Ykkur finnst það alltaf þegar þið eru frammi Já, sko, hálftíma frammi. Herru, ég ætla að byrja á þér Steindi Nei, ég ætla að byrja á þér, Steindi Ég spurði Egil, hvor ykkar hefur drukkið meira tótal yfir æfina Hverju svaraði Egil? Ég ætla að gíska á að Egil hafi sagt ég. Nei, hann sagði hann sjálfur Þannig að það Miklu er ekki stig Egil, ég spyr þig Já, ég spurði þig hérna Steindi á sömu spurningu Hverju svaraði hann? Sagði hann Þetta er bara, ég sko, 50-50 bet. Já, Já. það er nákvæmlega Like those odds. Sagði hann sjálfur eða sagði hann þú? Þetta eru svona good odds. 50-50. Maður fær ekkert oft betri odds. Nei, bara, þetta er satt algjört bara coin flip, hvort þú valið mig eða þið, sko. Hvort heldur hann að sagt hann sjálfur eða þú? Random giski sé hann að valið sjálf sig. Það er rétt! Yes! Það er 1-0 fyrir Nagli, þetta var sterkur punktur Yes! Hanskotin. Ég held sko, þetta getur verið minn eini punktur í dag. Nei, náttúrulega 4 búið núna, Steindi Já. Já. Ég spurði Egil Þú ert fastur á Egili og hvaða 4 hluti tekur með þér og ef þú giskar á 1 af þessu þá færðu stig, fattar þú getur fengið 4 stig Já. Hvað sagði Egil að myndi taka með sér á Egili? Sko, fyrsta sem ég ætla að segja er að hann tekur með sér rúm. Það hlýtur að vera. Það er ekki komið stig og það er komið neina ágiskun Hæ? Egil er ekki maður sem er að sofa í sandi, sko. Nei Það er bara 100%. Hann er bara ekki Hann er bara að ljúga þér. Hann er bara ekki hugsað út í þetta Ég má ekki kommenta á þetta. Nei, hann komið á Þú verður að þetta þegja hérna. Ekki nema hann sé að sniður alltaf smíði eitthvað hengirúm eða eitthvað sem ég held að sé örugglega geggjað að sofa í, sko. En sko, þú mátti ekki segja neitt heldur Ég ekki segja fyrir neitt. að búa að segja alla Ég er 4 bara að hluti þegja. Ég ætla að segja hann ætla að taka með sér síman sinn þótt hann geti ekki eins og hlaðan bara fyrir fyrstu 24 tímana. Það er rétt Yes! Það kom 1 stig Tjöfull er þetta sterkt stig, God damn maður. it. Það var sterkt stig. Þetta er ekki jafn lett og heldur. Nei Þetta er mjög erfitt. Næsta, ég ætla að segja hann taki með sér lóð til að vera í formi. Ránt Ekki lóð Geta það- Og 1 gisk eftir Tjöfull að þetta er lélegt gíski að fatta því að getur bara tekið einhversta arbegur eða hýft upp á hún trí. Það er verið að taka ykkur að drömba og lyfta þeim Þú satt með 1 punkt. Það þarf nefnilega sko, þarf til að reyna að vera samt svolítið fysikalega úr einn og eigi. Þú þarf að veiða mat og Ég meina, byggja þú ert drasl. að borða mjög holta maður Þú Það ert er að ekki svo liggir í nammi og pítsum Nei, þú þarf að klifra upp risa pálmatri til að ná í neturnar og allt þetta. Þú kókosinn. Ég ætla að segja Hvað er 4. og síðasta? seinasta, nei. Jú, þú ert búin að giska á 3, þú ert með 1 stig Það var ekki endur þess að sénsa, sko. Nei. Þá ætla ég að gíska að hann myndi taka með sér grillteina til að geta Ekki stig. grillað kjöt. Fekkt 1 punkt. Þú endaði með 1 stig Hvað, það bara hrátt kjöt? Nei, við sko Egil ætlar að taka með sér Já. Starlink disk frá Tesla, sólarsellu, tölvu og síma Hann getur verið bara í síma Starlink, þannig að þú tengist við gerðinu. Já, ég veit hvað það Svo er. ætlar að hlaða Og hérna sólasellu sem er svona þú getur hlaðað síman bara með solar power. Þannig hlið á daginn þegar sól. Og svo tölvu og síma Fór í Þetta er tengd- leiðilegasta svar sem ég hef fengið á æfinn minni í Ég ætla einhverju að leik gefa henni það. Þetta er heldur sniðut hjá henni, sko. Ég ætla að gefa henni það. Já, sko, ég tengdur online alla sólaríkin. En ég meina Það leiður eftir að fastur eigið og þú getur ekki tala af henni. Þannig er ég alltaf að meðsendið með eitthvað. Bletsi. Já, En máli er að sko að fara í gegnum þetta. Ertu þá nærðu bara að vera á bara gramminu og þessu öll. Já. Nei, heldur þessi netat á æðinni Þannig að hann fer í gegnum Starlink diskurinn. já, Það er 5G tenging. Ég skilði já, og sko það er að tala um að já, það er að tala um að teleportið sé mætt sko í gegnum. nú- Ég get sagt þér eitt, Ef ég Steindi var hitti- ekki að hugsa þetta eins og þú Ef ég heiti einn hlut, Já, áttu komið yfir, það er 1-1 núna og þú ert inn í 4 hluti Hvaða 4 sko, hluti tekur? ég er með 6. Ég lægi minnist á það og séðan bestu stegum með hvað Helst ekki, Steindi hatar það. Ég veit ég er með allavega einn. Já, Ok, ég- nefndu þann Hvað tekur hann pottet með sér? Rauðvin. Ránt Hæ? Það er komið eigin gisk Það er edru á þessu vegi. Nei, ég hugsaði ekki eins út í þetta maður. En er ekki hægt að borða ykkur berarna sem eru búin að gerjast og Það er alltaf fullir Ég held ég væri með öruga Í Finnlandi eru sko fullir elgir bara vandamál. Sko, ég geta svo mikið að trjánum. Ég lítur að, hvað þú veist ekki með rauðvin? Hvað varst að velja þá eiginlega? Ég bara Ég getur way off þá. sko, ég var way off sjálfur. Ég er að fatta það núna. Djöfull var ég way off. Ekki að það eru tannbust eða eitthvað svona ógeð.
Hvað ætlar að segja? Nei, það, ég trú ekki að fara í það. Ég gerði svona, ég gaf honum þetta handskoti. Nei, Er þetta ekki gísk? Nei, þú voru að segja mér, ég ætla að segja þetta. Það er sann strax 10 sem er betur en 2 hlutir sem ég Það er valdi þarna. tannbusta. Nei. Og ég finnst að það er reyður öðum, hann sagði tannbusta. Nei, ég gerði þið svona við, ég sagði nei. Ok, ég á 2 eftir. Þú veist, þú Sko, það getur sem ég getið bara skrifaði einhver er, epli ég er og ekki að svara. Ég er með glerugu, PS5 tölvu, sjónum til að tengja það PS5, vindla og muffu. Þetta er það sem ég er með. Segjum bara ég er með einhver rétt. Þú ert ekki með neitt rétt. Hann ætla að taka með sér, hann ætla að taka, sko, staðan er 1-1, hún náður engu. Hann ætla að taka með sér bát, byssu, spilastokk og sippokveikjara. Hvað er ekki að spilastokk? Ég bara Það var að spila við sjálfa þig. Ég bara, já, Hann til ætla að að búa til eitthvað nýja leiki. mann er leiðið svo, mann bara myndir örugglega bara Bát og byssu, ætla að fara af eiginni. Ég myndi reyna það alltaf einhvern tímann á einhvern tímpóti. Það er 1-1. Það er sippokveikjarinn, málið er Reitt að eitt. þú klikkaði nefnilega svolítið eldið. Nei, ég bara næði 2 spýtur og nuttaði saman og býtla eldur. Já, það er flókið. Þetta er ekki Looney Tunes. Þú erum bara á eigu að reyna þetta. Kveikjar er gott svar. Já, kveikjar er must. Ég vil vera miklu tengdari, ég vil vera online eða með einhvern eld, sko. Bjarni, þú voru að borða og sjóða vatn. Hvað ætla að gera það að eldurinn deyr, sko? Kveikjarinn, hvað ætla að gera þá? Ég er alltaf online. Já, ég veit að þú ert aldrei með eld. Þú kallar ekki að býta í baki á okkur gelti. Bara borða hráan fisk. Hvað skal sushi? drepa dýrin? Ég sushi með það, sko. Herðu ok, það var Ég get næsta. ekkert verið að geta hráa fiska. Það er spenni í þessu, það er 1-1. Já. Nei, hérna Steindi. Strákar, í alvegni verðum við ekki bara að gera þetta. Fara á Eyði. Getur ekki búið til eitthvað þátt um þetta. Ég veit að þetta er Survivor og svona. En þetta er bara alltaf annan level. Ég myndi að fá ekki hjálp. Bara reyni þetta. Hvað var í kostnaðurinn við að búa til þáttar sem við erum 3 á Eyði og eru þar í 10 daga? Ekkert. Bara kamerur náttúrulega og Já, bara fljúga krú. út. Þú veist, þetta er einn ótrasti þátt sem gerður. Já, það er 3 flugul, þetta er someplace warm, sko. Já, en ég er að segja, sko, Nei, það yrði að vera eitthvað stað hlýtt. Nei, þú veist, segjum að myndi fara bara með Það áttu komið pöttunar, Já, í kongularnar og vera að naga Já, þið, þú þú veist, veist. þetta er Svo var bara- þetta ekki að naga þið skemmtilega að naga þið. Því að máli er að ég Gerir bara með grein, sko. Ég veit alveg að þetta er svona borleikandi átt að byrja að búa til eitthvað skíli og eitthvað svona smá þak yfir höfuð. myndum aldrei geta það. Nei, bara sjá okkur reyna það. Já, glemdu Það þessu er bara, þetta bara- er game over. Já, veistu það, ég til ég að heyra hérna í stöð 2. Það er Það selja þessa hugmynd, við verðum að Eyði. Þetta er í 10 daga. Steindi, ég spurði Egil hvaða fyrirtæki ætti andlit Steinda að vera. Djúlega hún að drullir að þig. Ég myndi halda að það væri sko að koma Ef þú giskar á eitthvað eitt af þessu það fallir stíð. Ok, ég er með 4 gísk. Nei, bara eitt. Fara hann 4 stig? Nei, Það er bara 1 gísk. það var bara eitt gisk en hann sagði 4 hluti. Mánu. Já, ég skil þig. Ok, ég ætla að Má segja ekki þá. giska á nokkur hluti. Já, alltaf, hvað er svarið þitt? Já, ég ætla að segja Máttu bara velta steinum? Má ég ekki velta steinum eins og hann Jú, gerir? allt í lagi. Ok, þetta gæti verið eitthvað gaming tengt. Þannig ég myndi segja að þetta gæti verið svona sem væri andlit bara senu eða eitthvað. Ölgerinn, það sem að ég drekk mikið bjór og pax og allt sem er í bóða er runni. SS pilsur, bæjarins bestu, eða pulsuvagn í Laugardalum. Ég borða mikið af pulsum. Já. Og síðan væri það síðasta væri KFC. Hvað ætlar þú að segja? Þú átt eina Minn ágiskun. uppáhalds skyndibiti. Þannig að, og uppáhalds, bara einn af mínum uppáhalds mat líka. Þannig að Hvað er svarið? svarið mitt er ég nenni ekki ef hann fór að segja svo eitthvað svona, eitthvað muffur og það er svo þreytt maður, jésus. Það því að hann var í því áðan sko. Hvað ætlar þú að segja? Ég laumaði inn á hann. Hvað ætlar að segja? Mjög smekklegar. Ég ætla að segja pulsur. Hann sagði KFC heitir potta.is rauðvín og blush. Já, ég sagði þér, hann sagði Já, það. ég hefði gefið rétt fyrir hérna ölgerðina. Þú verður ekki stig. Sko, Í alvöru, Ölgerinn hefur verið punktu. Ég tók fram rauðum frá Ölgerinni. Já. KFC, þú er mikið heita bótskall. Já. Okay. Hefur þú sagt KFC það fyrir stig, það er ekki stig. Ég spurði Nú, Steinda það er sem þá staði. 1-1. Það er þá 1-1, Shit. held ég. Hvaða andlit, hvers átt þú að vera Egill? Sko, Hvað sagði hlýtur Steindi? að Ég var ekki að trúðast í þessu. Nei, hlýtur að fara í eitthvað vöðvadrasl, sko. Eða svefndrasl. Það er eina sem hann stríður með, sko. Þannig að, veist, kannski einhver góð svefngríma eða jafnvel einhver frábær medium Steve Dina mögulega, jafnvel að góð kotti. Það getur verið eitthvað það, sko. Hvað ætlar að skjóta á? Þannig að það hlýtur Medium, Steve Dean. Er það málið? Er það? Já, Á maður að vera í því? það hlýtur að vera eitthvað þarna. En hvaða valdi að því?
Ég er ekki viss að fara í fæðubútrefni, eitthvað pre-workout eða kreatín, það nenni því ekki lengur sko. En erst þú með medium stíf á dínu? Dína. Ég ætla ekki að vera rétt fyrir þetta á rúm. Tannskottin maður. Ég var lesin svo bók. Það var rúm frá Dorma. Og einn eftir. Þá er það síðasta. Ég spurði. Já, það getur jafnað. Ég tap ekki í dag. Nei, þú tapar ekki í dag. Það er 2-1. Ég ætla að byrja á Steinda að sjá hvort hann jafni. Ég spurði Egill hvor myndi vinna í slag, pabbi hans eða pabbi þinn Steindi. Hvað sagði Egill? Sko, ég held að hann hafi sagt pabbi sinn. Það er rátt, þá sagði síðan. Og Egill, ég spurði Steinda sem er spurningi, hvað sagði hann? Sko, getur orðið walkover fyrir búin að vinna? Sko, hann veit náttúrulega að gamli minn náttúrulega er með bakgrunn í bílasporti. Hann er kvartmýlunni. Þannig að öflugu þar sko. Blikksmiður. Meðan að sínjórinn var einhvern veginn, hann lísti hvernig hann hljóp úr Nóatúni og var það bara 2 sekúndar dæmi, spretti bara út, þáttur eða góð þykkt í honum. Þannig að ég held að þetta sé bara, hann hlýtur að valið sínjórinn. Það er rétt, 3-1. Já, því að ég sagði sko, hann myndi taka svepp á þetta, hann myndi bíti í pung. Það var engar reglur. Það meina pappið þeir myndi kannski aðeins passa sig. Og líka gamli var í hnjálið að skipta daginn, hann og annar löppinni. Já, ok, þá er sínjórinn. Máttu það fylgja sögunni eða? Nei, menn að þú giskar að vitlega skort þér. Þú hafði með skeist 3-1 maður. Skeist 3-1. Þetta var þekkið ekki, við skuldum auglýsingar og það fyrir lungu Fyrir árið svona. Já. FM 957 heitir Fortnite með 2 frábæra listamönnum, Taylor Swift og Post Malone, en mikið auðbáslega fyrst mér þetta leðilegt lag. Er þetta ekki aðeins og rólegt hérna frá okkar? Jó, Og þetta sé fyrstu dagurinn á árinu. Það bannaði drulluðu post samt. Já, Taylor Swift líka. En þetta var ekki besta lagi með þeim, en áfram gakk segjum við hér í FN95 blöð. Og við erum að fara í dagskrálið sem heitir Spurningakeppni Gilsarans. Og byrju, trailerin sem ég var með hann, og ég setja hann í gang. Var það ekki spurningakeppnin? Jó. Þú tekkar reynsla á honum. Já, ekki. Hann segja, langt síðan. Já, langt síðan með trailer, tjekkum á þessum. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Þessi er auðvitað, 8 ára gamall. Þessi var rosalegum. Já, Þú var smiðan í hann. Þú ert að tala við sjálfa þig. Já, ask the goddamn question, you muscular man. Tala við sjálf á sig. En við þurfum að gera fleiri trailer. Það er stemningi. Já, það komið tíma á trailer á og við ætlum líka að koma með nýja liði 2005 drengir. Seasonal keppni maður. Já. Pétur Jó vanandi fyrra, Rikki á undan blöð og taka þá tvis og aldrei unnið. Nei. En nú komið, þetta getur verið your time to shine. Kannski á ég sens í Steinda. Já, það getur Ef að Steindi vinnur þetta og þú var alltaf að tapa blöð, það er sjúa. Já, þá ertu bara einhvern veginn þá ertu með spurningar sem bara henta mér ekki En ég er með amazing twist í fyrstu. Amazing twist. Ok. Ég hef aldrei verið með sömu spurningu back to back. En það er að fara að gerast núna. Back to back. Og líka síðasta föstudag. Og hér kemur hún. Hefur hristið á árinu? Nei. Þú veist það er bara Það ekki 2. janúar. Það er þriði. Já, þetta er nei. Laumast ekki neitt annað með 5-2. Ég er bara að reyna að einbetta mér anda ekki sko. Já, við erum bara, þetta er náttúrulega eskilegt að stelti mikið eftir þetta nýjáspingu sko. Við hefum ekki þurft að enda á jamminu þar sko. Við getum bara að fara Það er heim bara að líka. styrkja bjöllin. Já, það er búið að róa þetta sári. Ég leikar að þurfa að fá svona einspilningu sko. Þú svaraði nei. Ég hefndi alltaf svaraði að það Ekki? Jú. Allar að starta árinu frábærlega og fara til TN með Gilsa í janúar. Já. Já, ég var að pæli því. Það er huge maður. Það er náttúrulega þegar við erum á leiðinni 50 samali. Það er ekki út af þér. Já, ég þurfti til að fara verði með fagna mér. Kolbarnum. Já, en hann verður þarna, Gilsarinn. Cold 50. Það er ekkert leiðilt með Gilsa á tenni. Hann er búin að leia 2400 vilu. Tekkir alla staði. Þetta verður svakald ammali maður. Já, þetta er. Það er sko að pláss í garðinu fyrir svona, og ég tók þetta tour daginn, svona 2700 manns myndi ég halda. Er við líka 2000, hvað er þetta bíl? Nei, þú fattar ekki hvað þetta er stórt. 2700 manns. Ég hef svo aldrei séð, þú fattar ekki hvað þessi garður er stór. Hann verður Bara hann eins og ekki, höllin. Þetta er svipað. hann verður hann ekki bara með karaoke í hotn eitthvað staðar og eitthvað svona. Já, þú veist. En við vorum að segja, hann þarf að vera með alvöru hljóðkerið. Við ætlum að taka að laga. Já, þið takk alltaf lægið. Þið gerum bara það sem Kjami kvöld og rúndara. gerum bara það sem maður vill að við gerum. Johanna er hérna.
Johanna er líka fyrir að taka lag. Þannig að þú veist, við erum með að eini sem vantar er Swessmouth. Við erum líka, við lofum því að við ætlum að henda í blökastið úti. Við ætlum að taka upp allavega 1, vonandi 2 og það verður svona krít þáttur. Menn verði gýr, alvöru gýr. Úr viljunni. Já, það verður nettum mökk þáttur. Það er 1-1, The Dead Tide, Blue er á lífi. Já. Ætlar að skella allir Atlantic City á árinu. Já. Ég ætla ekki að segja því miður. Það var svo gaman síðast. Það hættur að segja því miður. Ég hitti fyrir að segja því miður, það er farin nú. Ég fekk ferðin í afmælisgjöf. Ég verði að fara. Króksatning á honum. Það er rosalegt. Frí ferð. Gamlar frí líka. Nei, bara ég held að þeir bara bóku gamlaði frí, þeir heldur að sé bara spil og ég kom alltaf á borgin. Þeir bókuðu þetta alltaf daginn og ég var bara að setja með. Já, þú mætir hana. Þú þarf að koma með núna, Egill. Það var það gaman síðast. Þú voru að gefa þessu séns. Þú átt ammali þá með að vera úti. Þannig að við getum, viltu fá ferði í ammaliskjöf? Já, þú veist, þið viljið að ég eigið ammalisteginum hana í AC. En þú getur líka fengið ferðina í ammaliskjöf. Það bókuðu flugið eftir. Þá fer ég nú eitthvað helviti lítið til að gamla mig. Borga alltaf ferðir hérna. Það eru sko, næstu 2 2 Já, döðafæri fyrir blöð núna. Heldur þú að vera sköllóttur allt árið 2025? Já, mér finnst það helviti líklegt. Ég held ekki að vinni sem voru sköllur og sem bara hættuðu við það. Nei, þetta er alveg að sama með allir þessi viniðinu sem ég að láta mig á sig og eitthvað sem við erum að tala um. Einn vinn sem var sköllóttur og hann fór í háraðgerði í Tyrklandi og er með hár núna. Það er ekki eitthvað fullt af viniðinu. Það er einn viniðin. Ég er búin að segja svona 50 sem ég nenni ekki að gera það. Þetta heppnast misvelja fólki. Og heppnaðist mjög vel í honum. Heppnaðist fullkomlega í honum. Gefa honum það. Það er mjög vel út. Það er 3 eftir og blöður yfir. En myndir einhvern tíma pæli þessu? Að fara í hárgreiðslu? Nei, ég nenni því ekki. Þetta er bara Tyrkland, Sunshine. Mannst ekki líka hérna Frank var að segja að flottasta hérna edition, var hann ekki að segja að það var í bóturum? Jó, það er í Tyrklandi. Það var rosalega. Það veið sé líka hausin á manni þegar þú ert búin í þessu. Það er bara fyrst, þú er bara heima. Já, bara í nokkra vikur. Það fór náttúrulega alltaf með hett og leiðinu heim hvort þið er. Þú mátti ekki vera með húu eftir að ferði í þetta. Þannig ég þyrst að vera þarna bara eins og sé búið að brenna á mér hausinni í nokkra daga í útarpinu. Þú mátti ekki vera með húu? Nei, það varst að eða líka. Þú mátti alveg pottet setja á eitthvað sárabindi. Já, það skarra. Það skarra. Nei, meðan þú veist. Það er að mæta á herrakvöldin jarðar hérna bara með eitthvað sárabindi hausinn. Nei, það var bara eins og bara múmía. Segist þú að leika undirbúa fyrir eitthvað, hlutverk eða eitthvað? Ég nenni ekki. Ég held ég minn aldrei fara í þetta. Hlutverk fyrir blöð. Aldrei að segja aldrei. Þá er ég ekki að rakka þá niður sem gerir. Það er bara, þú veist, þú er líka flottur sköldur. Já, það er betra hann. Heldur þú bónir á bílinn á orðinu? Ef það er sem ég heldur sem þetta alveg þá geti alveg komið fyrir ég. Það ekki? Já. Ég fengi alltaf pungar akveili í gjöfum daginn. Jólagjöf, ekki gjöf. Rosalega gjöf. Já. Þú lendir aldrei í því með hana að skera þig út af þetta er svona pungar akveili. Já. Jú, ég meina, það getur alveg gert. Þannig ég, hvað er ég? 4-3 yfir? 4-3. Já, vel gert. 2 eftir. Heldur þú að taka stikki á árinu? Nei. Ég geti staðfist að það er ekki að fara að gerast. Það er svona 100. sinn. Þú verður að fara að uppdata eða eitthvað að segja. Þetta gengur ekki. Þú verður að fara að uppdata eða spurninga. Þetta er alltaf bara hvort allar handar hún að sköllóttir að fá þig kóka en að láta hrækja tilkynninginu. Bara farðu að hans þetta. Það er ógeðslega kefnir. Það er eitthvað nýtt að gera. Eitthvað nýtt að gerast. Það verður enginn að tekið stykki. Ég er svolítið að betta hvað þarf að vera í góð. Þegar ég hugsaði þetta, ég byrjaði að semja klukkan 8 í morgun. 8 í morgun? Þá fór ég að hugsa, hvað þarf gott ár að hafa? Það var sér að hugsa. Það er góði félagskapur, skemmtilega ferðir. Það eru stikkin og það eru talsferðinar og það er, þú veist, allt þetta sem við erum meðan inni. Já, ég ætla að segja nei líka eins og blöðurinn. Ok, en ég get ekki tapað. Það er ekki bara ein eftir? Nei, jú, ég bæti einni við. Ég er 4-3 yfir, en ég get ekki tapað. Ég er með 4 hérna á hliðalínu. Það var helviti sorglegt þú myndi fara að byrja því núna 45 ára blöð, sko. Hvað? Ég ætla að lauma einn inn sem ég tek á varðanbæk. Það var skrítið. Ég ætla að taka eina Þá myndi ég tala við þig. Ég myndi segja, blöð, hvað er þetta að gera? Ég ætla að taka eina af varðanbæk yfir í starting line-up. Nú, hún var ekki komin skipin út og komin aftur inn. Heldur þú fljúir eitthvað í business class á árinu? Sem þýðir hvað? Bara first class? Saga-class. Já, ferði vinstri og labbar nýjarslandir ekki til hægri svo trúður. Ég vona. Ég meina þú ert miklu líklega en Steindi sko, hann vil vera aftur í sko. Ég nefnilega, mér bara fer ekkert. Þetta tók með gullkortið, þannig að þetta er ekkert líklegt. Ef einhver á Æslandi er að hlusta, gefið blöð gullkortið aftur í kvelli. Það er ekki til mér í lojal maður en blöð sko, akkur er pleit þegar að byrja með gullkort. Var ekki bara gaman að fengjum allir svona kort eða?
Það var ekkert verra. Það var ekki eða, þú eru ekki að borga fyrir að fara Það þarf að vera laust. Ég lendi alveg nokkur sem niður. Maður ekkert að fljúa þá oft. En allavega tvisar, þá var bara fullt. Þannig ég gæti ekki eins og nýtta. Ég veit ekki. Ég stefna, ég ætla að segja bara jú. Ég segi já. Það væri gaman. Blöður yfir. Ég geti talið. Þú ert búin að tapa stendi. Ég nú ekki farið oft ánga, sko. Þannig að það væri heldur gaman. Það ekkert leiðilega að sitja þar. Þau eru að hugsa það síðustu. Út af því að þetta er meiri líkur en minni. Bara þetta getur verið stílur 51-49. Bara aðeins meiri líkur. Að þú fáir hagtuða. Hvað mennur þau? Á árinu. Það er að 12 mánuða sísum. Við svörum ekki svona. Herðu, þetta var fínasti. Ég er ekki að segja, þú ert ekki að segja og fáir hagtuða. Bara segja að aðeins meiri líkur en minni að dettin. Já, það er ekki. Og þá aðeins, hann er að bjarga þess andlitur stetti. Þá er það fjögur. Nei, bara, þú veist, það er 3. jan. Lefðu fólki að komast inn í árið hérna aðeins. Steindir alltaf að fara í það. Þannig að fá 5. Lefðu fólki aðeins ekki vera að skvetta svona framan í fólkum 3. jan. Tónlistarstöðin FM 957 Alvöru lag hér á ferðinni M&M með Lose Yourself. Þið er að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 drengir. Við vorum að fara yfir það hér meðan að lagi verið í gangi. Þetta er rosa helgi þegar kemur að sjónvarpi. Það er úrslitin í Pílun í kvöld sem er risastórt. Hvað það er, Görfin hérna á úlingurinn, Littler. Já, Littler. Það er ekki 1950 1945. Já, það er svo að sjálfsögðu okkar besti maður með Draumahöllina í kvöld. Herru, Draumahöllin, annar þáttur í kvöld. Já, hann byrjar eiginlega bara klukkan 7 þannig að taka hann og horfa svo á Píluna. Já, Draumahöllin er bara hálftíma þáttur. Hann byrjar 18:55. 18:55. Beint eftir fréttir. Er ekkert óvægt í honum í þannig tíma, sko. Það er ekkert eitthvað. Já, ég meina, þú veist. Ég meina Þetta sleppur. Nei, bara Það er fólk eitthvað viðkvæmt í dag. 18:55. Svo byrjar beintir á Píluna. Eina sem er að baka með á sama tím og Pílan er þá líka K.R. Tindastóll í körfunni. Shit. Við getum verið að vera með lúksusvandamál í. Já, það er alvöru dagskrá. Það er alltaf þægilegt að byrja á Draumahöllinni. Leið og hún er búin, þá getur farið kannski á klósetti, tegur nærði í bjór, 10 mínútna pása, svo Pílan. Já, og með Tindastóll á símanum. Já. Það er svolítið þannig, svo er líka Egill, ég get nú ekki sagt þessi spenntur, það er Liverpool United á sunnudaginn líka. Ég hef verið bjartsýnni fyrir þann leik. Við erum ekki favorite þar. Ég er bara svona vonaðu töfum ekki 6-0. Það var ekki bara sigur fyrir þetta skítalið okkar. Já, þetta er líka, þetta er á Anfield líka. Þetta getur við bara eitthvað. Já, svo eigum Arsenal úti næstu vel, getur við verið að tenni í byggarnum. Þetta er bara tímabilið sem heldur áfram að gefa maður. 8-85 á United í þessu leik. Já, bara aldrei að fara að gerast. Getið þið fallið það? Nei. Trúið því nú. Technically getur við fallið, sko. Þetta var, þeir reyndu að eyðileggja fyrir manni í jólin, United. En veitu, akkur vestlaðir ekki einhverja menn í lið? Það má núna í janúar. Það má í janúar. Það er bara ekki peningur til hann, held ég. Hvert fór peningurinn? Þetta er ekki dýrasti klúbbur í heimi? Ekki fór hann í völlin okkar, því hann nýg lekur allur. Það er allt í ruggliðan. Hefur aldrei Íslandingur spilað með Manjú? Nei. Það var stort. Það var gaman. En það var spurst fyrir með Íslandingu, veit ég. Það var svakald að Íslandingur. Erum við að fara í Opos? Við erum að fara í How do you do fellow kids. Ég er sterkar í Opos. Já, þeir eru sterkar. Blöða snillingur í fellow kids. Ég skal vera með How do you do fellow Opos í næstu. Þetta væri, þegar menn eru búin að fá sér aðeins svo mikið þessum stykkim sem ég ætlar alltaf að tala um. Já, þú komið það djúpt í stykkin að þú ert fann að vera eins og þvottavili framan. Já. Mikið að geiflum og allt í gangi. Það er hárrétt. Takk. Það er hárrétt. Sjöfur það vel giskað. Sjöfur var hann líka snöggu með hendur. Ég hef ekki giskað. Ég hef skítið það. Ég hef bara aldrei séð neitt. Ég hef heyrt þetta. Ég hef aldrei séð neitt mann. Ég er drull á það. Negla hendin upp. Ég er bratt. Það er bara hann. Hafið þið séð þetta sjálfur? Já, maður sé menn með sko hendi í þvottavél og jafnvel þurrkara með sko. Það gefur reglulega sem að séu. En ég þetta fram. Næsti frasi, drengir. Góðan dag. Gæti ég fengið brakandi feskan ginna á dælu? Hundi blöð. Þetta hlýtur bara að vera Guinness. Þá er þetta umöðulegt sétt eftir Guinness og dælu. Ég sagði ginna á dælu og þú segir hvað? Ég ætla bara að vera Guinness bjór þá. Á
dælu. Þetta var Ekki segja þetta ekki aðeins svo augljóst En að segja Ég ætla að vera eitthvað amazing twist Það fá eitt ginna á dælu. Þetta er svo gefið. Ekki gefa my fans lestur Nei. Hann sendi inn frasa þessi Þetta var ekki erfitt. Ok, fá eitt ginn á dælu Strákar, er ekki alltaf að Ég hefði getað þennan Já, ein og ein þægileg, er það ekki lægi? Það hefur strax verið meira krefindi að vera sagt bara að það var ginna þetta upp eða eitthvað svona. Já. Ginni á dælu, þú segir nánast Já, en þetta er samt Þetta er frasi Þetta er tenging að við splittum á genu og höfum gaman að því Já. sem er orðið vist eitthvað svaka trend í dag Já, en það kemur nú ekki frá okkur. Þetta er nú erlendis líka. Já, við vorum samt byrjað að gera þetta fyrir nokkuð En það segir ekki, næstu þið farið að fá ginni Segir ekki, fá eitt ginn á dælu Jú. Sá þetta virki Næsti ginni sem ég tek var reyndar á tenni og getið sagt að ég ætla að fá eitt ginni á dælu. Já, en ég ætla alveg að tengja þetta Ég vissi þetta að vera létt Ég ætla að tengja þetta Hvað þýðir frasinn að splitta ténu? Splitta ténu Ég ætla þú bara ekki að vera með Það er blandal Já, Ég myndi að segja að það væri að fá sér gin og tónik og taka helviti mikið af tónikinu. Það er ekki rétt Ég ætla að gefa allir smá vísbendingu Hann er út að aka hérna Þetta tengist ekki áfengi Blöðmiklu betri í þessu Tengist ekki áfengi Tengist ekki áfengi Hvað þýðir að splitta ténu? Splitta ténu Ekki áfengi Og ferðu út- Ég hefði giskað á saman Þú blöð ferðu út og splitta Ég génu hugsaði tónikana sko. Já, en hvað gerir maður síðan setnum kvöldi þá kannski splittar þú ténu? Splitta taxa Það er árið! Sextum kvölda fyrir kastum við að svarið maður. Ég var að hjálpa honum Nei, Þetta var impressive hjá mér af því hann bara sagði þér svarið. Nei, ég fekk smá Splitta ténu er að splitta taxa Smá aðstóð Þetta finnst mér góður frasi Splitta tíð Já, mér finnst það góður frasi Já, Þú veist, þessi er mjög hvernig var eitthvað út á í kópónu og splitta ténu Ég fíla þetta Þessi var góður. Já, hann var góður, hvað er búin margar? 3. 3, 2 eftir, ég þarf að vanda þetta vel þetta maður Jesus, ég mér svo mikið Herru, hvað þýðir frasinn Þessi er mikið notaður í Skagafirðinum Það var blöð clear favorite Þessi er alveg samt, alveg Veit ekki hvort að ég bara ég að segja hann sko Hvað er þetta viðbjöður það? Nei Ég hef margir eru skrýtnir Segja það bara blöð clear favorite Hvað? Það er frasinn Blöggi Lucky. Blöggi Það er blöðurinn Nei, ég veit það ekki. Lucky. Blöggi Það er að Bara vera sköllóttur í doggi eða? Hvernig getur þetta Hvernig ertu svo segur í þessum Hann var átti heima Heima á Hann átti heimann, ég hef aldrei heyrt þetta. Já, þetta er Mikið notaður í frasi Skagafirðinum. Ertu eitthvað rugglað? Það er frasi sem að þekk Basically að því að þú ert sköllóttur þá er þetta við Ég næ því. tengja við Það blöð senda gælur Hvort það var í blöggi í kvölda Það finnst það ekki líklegt? Þú hefur ekki eins og gert það Ég var ekki sköllóttur fyrir bjóð og sögur ekki. Ég er hár. En málið er þetta ekki Fluttið á 19 ára og er með full set of hair. Það bara sýnir sig sjálf Það sýnir svo og sannast alltaf hérna hvað blöð er Hann er alltaf búin að spila frá hann fættist Ég er frábær gamer Rosalegu Svo spilari bóruspila gamer, ekki 12 Ég gamer ætla líka að segja fólki, minna fólki að miklu erfar að vera í stúdíónu en núna út í bíl að keira Auðvitað. Þannig að sko, blöð, þetta er impressive Já, hvað þú sér Hvað, þetta? 3-1? Ég þarf að jafna þetta Það er ekki hægt að bara einn eftir, það er 3-1. Ok. En Það reyndu bara að lyfta upp höndum. Já, klóri bakkan heil ok Útlega að vinna Þetta er frasi, þetta er Skarpíðin, hann er að tala um að þetta sé Skarphéðinn. virkilega sterkt á Selfossi Mikið tala um á Selfossi Egil, þú ert mikið á Selfossi. Já Hvað þýðir að vera blöddaður? Hvað er ég í öðru hverju? Nei, þetta er bara basically Þetta tengist alveg hinnu aðeins Þú veist, skilur ekki Daginn eftir þá í rauninni Þetta tengist blöðanum eitthvað Þú 100% veist, blöddaður Nei, Egil maður hörru, ég er rétti pöng Ég er búin að vera svo 12 Já, sekundur sorry, ég bjóst ekki Það þetta er vantalega að vakna sköllóttur Já, er það ekki? Það stendur reynda líka að vakna sköllóttur og mun ekkert En ég ætla ekki einu svona að vera dítelaður á það Að vakna Jæja. blöð Egil vexti hérna í lokin. Það eru 3-2. Ég hef aldrei Ég tapaði, ég var ekki rústa samt sko Aldrei, Bjargar aldrei, Það er ég hef aldrei þetta. séð þig Þú er aldrei Tvær staðið svona. blöðspurningar Shit, Alltaf gott að bjarga andlitinu. Við Ok. skuldum auglýsingadrengi því við erum búin að bláðra helvitin í Jesus, klukkan bara að vera 6. Já, þetta er bara Saklegt Smá Partí er auglýsingar, búið. og svo gæði við hérna. FM 957 Þetta er Miracle með Calvin Harris og Ellie Goulding. Þið er að hlusta FM 95 blöð á FM 957. Fyrsti þáttur ásins er að klára, strengir. Já.
Og það ekki bara, voru ekki að ræða þetta fyrsta sinn í helviti langa tíma sem ekkert planað á neinum okkar þessa helgina. Já, sko, eftir desember sem alltaf var það var alltaf eitthvað að gera. Þetta var bara eitt blautasti mánuður bara sem ég man eftir. Svo líka nóvember orðið mini-des. Nóvember er strax byrjað að læna upp ykkur síðan okkur sjó og lönnsar. Þá er byrjað að fara á Sól og Hólm og desember er að fara að tegjast hann er að lengjast. Svo var ammaliðin í þessu og svo var Sjallinn og Akureyri. Sjallinn, svo fórum við sko hérna út að borða með góðu fólki 2 eða 3 og það var Ölgerðin líka, þú veist þetta var Það var alveg mánuður. Þetta er bara boltinn hætti ekki að rúlla í drikkjónum. Þess vegna verður allavega róleg helgi hjá okkur 3 vonandi í því góða helgi kæru hlustendur eins og við komum inn á hann. Það er nóg að vera allavega í sjónvarpinu. Það er Draumahöllin í kvöld 18:55. Það er Pílan úrslitaleikurinn. Það er United Liverpool á sunnudaginn. Það er KR Tindastóll í körfuna eftir. Þannig að það er hellingur að vera. Já, við lofum góðri veislu í Draumahöllinni. Svo þriðjudaginn fáið spánin ykkar fyrir árið. Já, það er Völva í blöðkastinu á þriðjudaginn. Gaman að sjá hvernig árið eitthvað verður. Viljið ekki drakar heyra brandarann einu svona með nunnuna? Því að hún var nýjasti liðurinn. Var hann ekki svolítið sterkur? Hvítt, búm. Búm, það má ekki gleyma að segja búm eða ætla að segja brandara setna. Hvað er þetta? Nunna að velta niður stiga. Þessum brandara kveðjum við í fyrsta hátti ásins eigin góða helgi og eins og við komum inn á við minnum á blöðkasti á þriðjudaginn annars erum við hér næsta föstudag reynda verður það að tekið upp reyngir því að við verðum farin til tenni í amali en loðum ykkur fínum þætti og talandum tenni það mun allavega dettin eitt mökk þáttur þaðan við mætum tilbaka með alvöru tenni þátt við hefum ekki bara lofað því við lofum því eigin góða helgi og drengir takk fyrir daginn Þetta er Topp tónlistarstöðin FM 957